Tekið er fyrir 11. dagskrármálið. Stjórnarskipunarlög, stjórnarfrumvarp 841. mál, þingskjal 1577, fyrsta umræða. Samkomulag er tilhögun umræðunnar. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til stjórnskipunarlaga breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33 frá 1944. Lagt er til að 3 nýjum ákvæðum verði bætt við stjórnarskrána, það er að segja ákvæði umhverfisvernd, náttúruauðlindir og þjóðaratkvæðagreiðslur. Frumvarpið er efnislega samhljóða tillögum stjórnarskrárnefndar sem afhentar voru forsætisráðherra í júlí síðastliðnum. Þær eru afrakstur tæplega 3 ára starfs nefndarinnar en hún var skipuð haustið 2013. Tillögurnar hafa verið unnar í góðri sátt milli allra flokka og vil ég þakka fulltrúum í henni fyrir að hafa lagt sig alla fram að ná saman þær. Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu var þó uppi í lokin meiningarmunur hvaða marki athugasemdir sem nefndinni bárust í samráði tillögurnar kölluðu á breytingar á þeim. Ég tel þó að ekki beri það mikið á milli að þingið ætti ekki að geta ráðið þeim áherslumun til lykta ef vilji er fyrir hendi. Nú er tækifæri sem kemur líklega ekki aftur fyrr en að 4 árum liðnum. Ég tel að nefndin hafi unnið mjög gott starf við að finna út hvar meðalvegurinn liggur varðandi þau málefni sem hún tók fyrir. Það sé því eðlilegt næsta skref að leggja frumvarpið fram á Alþingi. Endurskoðun stjórnarskrárinnar hefur verið mjög umdeild hér á landi allt frá efnahagshruninu 2008. Sumir telja að hrunið hafi sýnt fram á nauðsyn þess að rita nýja stjórnarskrá frá grunni. Aðrir vilja fara mjög varlega og breyta sem minnstu. Þó hygg ég að flestir séu á því að núverandi stjórnarskrá hafi einmitt sannað gildi sitt við að við komumst út úr hruninu án þess að allt hryndi hér saman. Fyrir vikið hefur málið verið í hálfgerðri sjálfheldu. Á þessu kjörtímabili hefur verið unnið eftir eins konar millileið. Tillögur stjórnlagaráðs hafa verið lagðar til grundvallar en nálgunin hefur verið sú að vinna úr þeim í áföngum. Ég tel þessa millileið vera farsælasta valkostinn. Tekið er tillit til andstæðra fylkinga, annars vegar með því að nota tillögur stjórnlagaráðs 25 almennra borgara sem hlutu góðan hljómgrunn í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem innblástur. Hins vegar með því að gefa öllum stjórnmálaflokkum færi á að setja sitt mark á endanlega útfærslu og vinna úr tillögunum í áföngum. Gefa mönnum sem sagt þann tíma sem til þarf til allir séu sáttir eða því sem næst. Ég hygg að leið og þessi millileið fær að sanna sig, þá erum við komin með uppskrift af því hvernig nálgast eigi stjórnarskrárbreytingar í framhaldinu. Við höfum það sem sagt í hendi okkar núna að losa málið úr þeirri sjálfheldu sem það hefur verið í. Og hvers vegna þessi 3 ákvæði? Nefndin ákvaði í upphafi síns starfs að forgangsraða út frá því sjónarmiði hvað væri brýnast að takast á við og hvað væri líklegt að sátt gæti náðst Ekki þarf að fara mörgum orðum að þjóðareign á náttúruauðlindum hefur verið í umræðunni hér á landi margra ára skeið og mjög æskilegt er að ráða því máli til lykta með stjórnarskrárákvæði. Þá hafa þjóðaratkvæðagreiðslur verið mjög ofarlega á baugi á undanförnum árum og rík krafa það í samfélaginu að auka möguleika á þeim. Umhverfismálin eru eitt brýnasta viðfangsefni samtímans hér á landi sem og allan heim. Með slíku ákvæði í stjórnarskrá förum við að dæmi Norðmanna, Svía og Finna. Nefndin fjallaði í 4. lagi ákvæði framsal ríkisvalds. Af pólitískum ástæðum náðist ekki samstaða að hafa það ákvæði með í tillögunum. Víkjum þá nánar að efni frumvarpsins. Í A-lið 1. greinar er lagt til nýtt ákvæði umhverfisvernd. Í 1. málsgrein er að finna stefnuyfirlýsingar að náttúra Íslands sé undirstaða lífs í landinu. Ábyrgð á vernd náttúru og umhverfis hvíli sameiginlega á öllum, það er ekki einungis stjórnvöldum heldur einnig lögaðilum
sem og einstaklingum. Sú ábyrgð er síðan útfærð nánar í lögum. Því er slegið föstu að verndin skuli grundvallast á varúðar- og langtímasjónarmiðum með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Stuðlað skuli að því að fjölbreytni náttúrunnar sé viðhaldið og vöxtur lífríkis og viðgangur tryggður. Í 2. málsgrein segir að allir skuli njóta heilnæms umhverfis. Það er stefnuyfirlýsing sem á að vera stjórnvöldum til leiðsagnar. Því næst er kveðið á almannaréttinn en einnig minnt á að hann er ekki takmarkalaus. Hann felur ekki í sér rétt til að ganga illa náttúruna eða virða að vettugi hagsmuni landeigenda. Það er hlutverk löggjafans að útfæra nánar hvert sé inntak almannaréttarins og hvernig hann afmarkast gagnvart öðrum mikilvægum réttindum og hagsmunum. Að mínu mati myndi samþykkt ákvæðisins skapa góðan grundvöll til að takast á við áskoranir sem við stöndum frammi fyrir vegna ferðaþjónustu. Eins og segir í greinargerð, þá verður það löggjafans að meta hvort þörf sé á sérstökum fyrirmælum í lögum skipulag, stýringu og verndaraðgerðir vegna aukins álags á náttúruna sem hlýst af miklum fjölda ferðamanna. Enn fremur segir þar að ekki sé útilokað að til þess komi að nauðsynlegt þyki að draga mörk milli réttinda einstaklinga eða almennings til frjálsrar farar og dvalar landið og möguleika ferðaþjónustuaðila til að nýta þessi réttindi í ábataskyni. Þá er í 3. málsgrein kveðið á rétt almennings til upplýsinga umhverfið, áhrif framkvæmda á það, svo og til þátttöku í undirbúningi ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfið. Fyrirmyndin að þessari málsgrein er í Árósasamningnum og er lagt til að 2 af 3 stoðum hans verði þannig ljáð stjórnarskrárvægi. Ég veit að nefndin ræddi það hvort 3. stoðin að rétt til að bera ágreining á þessu sviði undir dómstóla ætti einnig erindi í stjórnarskrá. Þar eru uppi mismunandi sjónarmið, meðal annars í þá veru að skoða þurfi áhrifin á löggjöf mjög vel áður en ákvörðun er tekin að stíga slíkt skref. Í b-lið 1. greinar er lagt til nýtt ákvæði náttúruauðlindir. Það ber keim af tillögum auðlindanefndar frá árinu 2000 en tekur einnig mið af vinnu stjórnlagaráðs og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis á síðasta kjörtímabili. Í 1. málsgrein kemur fram stefnuyfirlýsing á þann veg að auðlindir náttúru Íslands tilheyri íslensku þjóðinni. Þær beri að nýta á sjálfbæran hátt og til hagsbóta landsmönnum öllum. Þessi málsgrein á við allar náttúruauðlindir óháð eignarhaldi. Kjarni ákvæðisins kemur svo fram í 2. málsgrein þar sem segir að náttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti séu þjóðareign. Hér er verið að vísa til nytjastofna sjávar, orku fallvatna, jarðhita og þjóðlendna fyrst og fremst. Lagt er bann við því að þessi gæði séu afhent öðrum til eignar eða varanlegra afnota. Í 3. málsgrein kemur svo mikilvæg meginregla að taka skuli eðlilegt gjald fyrir heimildir til nýtingar náttúruauðlinda og landsréttinda sem eru í þjóðareign eða sem ríkið er eigandi að. Úthlutun nýtingarheimilda skal byggð á lögum og gætt skal jafnræðis og gagnsæis. Umræðan ákvæði af þessu tagi einskorðast oft við sjávarútveginn, en hér er náttúrulega verið að leggja til ákvæði sem nær yfir miklu stærra svið. Orðalag þess verður að vera nægjanlega almennt til að ná yfir allar náttúruauðlindir og fela í sér hæfilegt svigrúm fyrir stjórnvöld á hverjum tíma til að ákveða til dæmis tímalengd nýtingarheimilda og fyrirkomulag gjaldtöku. Ákvæði af þessu tagi leiðir ekki sjálfkrafa til breytinga á fiskveiðistjórnarkerfinu en það áréttar fyrirvarann í 1. grein fiskveiðistjórnarlaga og gerir mögulegar breytingar auðveldari út frá lagalegu sjónarmiði. Ákvæðið geymir margar mjög mikilvægar meginreglur fyrirkomulag auðlindamála hér á landi og skapar nýjan grundvöll fyrir sátt þau mál og fyrirkomulag þar sem þjóðin fær sanngjarna hlutdeild í arði sem auðlindirnar færa okkur. Mesta breytingin er líklega fólgin í C-lið 1. greinar frumvarpsins fjallar þjóðaratkvæðagreiðslur. Þar fá 15% kjósenda rétt til að knýja fram bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu lög frá Alþingi og nýja þjóðréttarsamninga. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni ræður einfaldur meirihluti en þó þannig að til þess að hnekkja lögum eða ályktun þarf meirihlutinn að vera að minnsta kosti 25% af kjósendum á kjörskrá.
Þótt þeim ríkjum hafi fjölgað sem gera ráð fyrir slíkum rétti í stjórnarskrá, þá eru ekki mörg gamalgróin lýðræðisríki sem hafa stigið slík skref. Þar fyrst og fremst að ræða Sviss og Liechtenstein auk Ítalíu. Ástæðan einföld. Hér frávik frá hinu svokallaða fulltrúalýðræði að ræða og það því engin furða að til þess að ná samkomulagi slíkt í stjórnarskrárnefnd þurfa að vera varnaglar sem draga úr hættu á misbeitingu þessa úrræðis. Helsti varnaglinn felst í þeim þröskuldi að meirihlutinn gegn lögum eða ályktun þarf að endurspegla að minnsta kosti 25% kjósenda á kjörskrá. Einnig eru tímafrestir til að safna undirskriftum tiltölulega skammir. Ég held að það blasi við að beiting forseta Íslands á málskotsrétti sínum samkvæmt 26. grein stjórnarskrárinnar hefur rutt brautina fyrir slíkt ákvæði hér á landi. Strangt til tekið hefði verið ákjósanlegt að endurskoða 26. greinina í leiðinni. Nýja ákvæðið þannig úr garði gert að ekki reynir á rétt kjósenda fyrr en forsetinn hefur tekið afstöðu til nýrra laga. Eigi að síður má spyrja hvort eðlilegt sé að hafa tvær leiðir til að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu ný lög þar sem eru þröskuldar í öðru tilvikinu en ekki hinu. Af pólitískum ástæðum reyndist ekki unnt í þessari atrennu að ná samkomulagi breytingar á heimildum forseta. Við blasir að þá þyrfti leið að skoða það embætti heildstætt og hvernig það fyrir komið í stjórnarskrá. Í lokin vil ég benda á að frumvarp það sem nú liggur fyrir hefði þótt fela í sér mjög róttækar tillögur fyrir 10 árum. Starf stjórnlagaráðs og umræða undanfarin ár hefur þannig haft mikil áhrif. Ég legg áherslu á að farsælast að ná fram slíkum breytingum í góðri sátt á Alþingi og í samfélaginu. Hún verður ekki nema allir séu reiðubúnir að láta af ýtrustu kröfum. Ég hygg að ef menn skoða tillögurnar með opnum huga og af sanngirni, þá ættu þeir að sannfærast að þær eru góðar og horfa til framfara og eru til þess fallnar að færa stjórnarskrána til nútíma horfs á mikilvægum sviðum, skapa traustari grundvöll fyrir löggjafann að takast á við brýn úrlausnarefni, undirstrika eignarhald þjóðarinnar á sameiginlegum auðlindum og koma verulega til móts við sjónarmið aukin áhrif almennings á stjórnmálin. Samþykkt þeirra myndi ennfremur vera sönnun þess að við ráðum við það sameiginlega að uppfæra samfélagssáttmálann í takt við kröfur tímans. Frumvarpið lagt fram á grundvelli 1. málsgreinar 79. greinar. Það hin hefðbundna aðferð til stjórnarskrárbreytinga. Lengst af á þessu kjörtímabili horfðu menn til þess að nýta ákvæðið stundarsakir. Mitt mat að úr því sem komið sé best að styðjast við hefðbundna ákvæðið. Ég legg því til að frumvarpinu verði vísað til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar háttvirtri að lokinni þessari 1. umræðu. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir. Forseti. Í viðtali við hv. forsætisráðherra eftir að hann lagði þetta frumvarp fram sagði hann að þessar tillögur hefðu verið til umræðu lengi, reyndar frá árinu 2000 sagði hann. Það auðvitað ekki rétt, hann hlýtur að hafa átt við ákvæði þjóðareign og auðlindum hafi verið rætt síðan árið 2000. Það var í ársbyrjun 2005 sem var skipuð stjórnarskrárnefnd undir forystu Jóns Kristjánssonar alþingismanns. Henni var einkum ætlað að endurskoða 1., 2. og 5. kafla stjórnarskrárinnar. Það kaflan valdskiptinguna, forsetann og dómsvaldið. En nefndin ákvað að undanskilja engan hluta stjórnarskrárinnar. Nefndin starfaði í 2,5 ár og skilaði áfangaskýrslu. Engin sameiginleg niðurstaða, forseti, varð af þessu starfi. Hvers vegna ekki? Vegna þess að gamaldags hefðbundin stjórnmál ráða ekki við verkefnið. Það sannaðist þá og það sannast nú 9 árum síðar eftir rúmlega 50 fundi á tæplega 3 árum. Fram til þess að lög stjórnlagaþing
voru samþykkt í júní 2010 höfðu 4 sinnum verið lagðar fram tillögur stjórnlagaþing. Fyrst af Páli Zóphóníussyni þingmanni Framsóknarflokksins árið 1948, síðan af Jóhönnu Sigurðardóttur árið 1995. Sif Friðleifsdóttir ásamt öðrum þingmönnum Framsóknarflokksins lagði fram frumvarp í stjórnlagaþing í febrúar 2009 og skömmu síðar var lagt fram frumvarp þingmanna 4 stjórnmálaflokka. Það Samfylkingar, Vinstri grænna, Framsóknar og Frjálslynda flokksins stofnun stjórnlagaþings. Af hverju hafa verið fluttar tillögur stjórnlagaþing, virðulegi forseti? Það vegna þess að Alþingi hefur ekki ráðið við verkefnið. Og verkefnið að endurskoða stjórnarskrána. En stjórnlagaráð réð við verkefnið og fyrir liggur tillaga frá þeim. Og í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október 2012 svöruðu 64% þátttakenda játandi spurningunni hvort leggja ætti þær tillögur til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Það því miður, forseti, lýsandi fyrir vinnubrögð gamla skóla stjórnmálanna að þegar menn höfðu hent allri þeirri merkilegu vinnu við stjórnarskrá sem unnin var á síðasta kjörtímabili út í hafsauga, þá verður niðurstaðan í nýrri en gamaldags stjórnarskrárnefnd að freista þess að ná niðurstöðu að skrifa 4 nýjar greinar inn í stjórnarskrána. Og hvernig tókst til? Hér lagt fram frumvarp 3 nýjar greinar. Sannast að segja, virðulegi forseti, finnst mér svolítið fyndið að hafa tekið þátt í þessu, en ég tel að það sýni vilja okkar í Samfylkingunni til að komast eitthvað áfram með þetta mjög svo áríðandi mál. Og ég vil leggja áherslu á að landsfundur okkar samþykkti árið 2015 að lokinni þessari vinnu að þá skyldi haldið áfram með starf stjórnlagaráðsins og vinnuna sem unnin var á síðasta kjörtímabili á nýju kjörtímabili. Og hver svo afraksturinn, virðulegi forseti, öllum þessum fundarhöldum stjórnarskrárnefndar? Á rúmlega 50 fundum náðist að skrifa niður á blað 3 ný ákvæði og heilmargar blaðsíður af greinargerðum sem eiga að skýra innihald greinanna. En auðvitað á það að vera þannig, virðulegi forseti, að ákvæði í stjórnarskrá séu svo skýr að það þurfi ekki orðabækur til að skilja þau. En þá þið náttúrulega mikið tekið frá lögfræðingum, nefnilega að útskýra stjórnarskrána og láta sem hún sé þeirra séreign eða sérverkefni. En það ekki einu sinni sameiginlegur skilningur í nefndinni á skýringunum öllum saman og það var sannarlega legið yfir orðalagi þeirra. Ég vil taka dæmi af orðasamböndinu eðlilegt gjald í ákvæðinu náttúruauðlindir. Ég skil eðlilegt gjald fyrir afnot auðlindir svo sem auðlindarentan eigi að renna til þjóðarinnar en ekki í vasa útgerðarmanna. En þá má ekki nota orðið auðlindarenta í greinargerð, því það víst ekki lögfræðilegt hugtak eða eitthvað í þá áttina. Í stað þess notað orðið arðsemi sem hefur hreint ekki sömu merkingu og auðlindarenta. En hvað var það ákvæði sem hér lagt fram þjóðareign og auðlindum? En hvað það ákvæði varðar almennt? Þá óttast ég það út af fyrir sig ekki. Það vissulega ekki talað fullt gjald eins og stjórnlagaráðið lagði til, en það tekur af vafann sem einhverjir vilja enn halda á loft að sameiginlegar auðlindir eru þjóðareign og það ber að greiða eðlilegt gjald af þeim og í ákvæðinu segir að það eigi að taka gjald, ekki að það sé heimilt að taka gjald. Það á að taka eðlilegt gjald. Ýmsir samherjar mínir eru mér ekki sammála í þessu efni, en þeim hefur ekki tekist að sannfæra mig að ákvæðið sé ótækt. Það sem sagt ekki vegna þessa ákvæðis sem ég sagði mig frá stuðningi við tillögurnar sem eru afrakstur nefndarinnar. Ástæðan heildarpakkinn. Það að við þetta ákvæði, sem ég tóldi þó unnt að kyngja, bættist við allt of háir þröskuldar í ákvæðinu þjóðaratkvæðagreiðslur og einnig hvað má krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu Umdeildustu ákvarðanir Alþingis nú til dags eru gjarnan teknar í þingsályktunum en ekki ákveðnar með lögum. Ég nefni rammaáætlun. Í ákvæðinu sem hér lagt fram segir með leyfi forseta:
Heimild er með lögum sem samþykkt eru með 2/3 hlutum atkvæða á Alþingi að ákveða sama gildi, það gildi ályktanir sem hafa réttaráhrif eða fela í sér mikilvæga stefnumörkun, það að segja að það sé hægt að vísa þeim í þjóðaratkvæði. Það er ekkert sem segir að Alþingi eigi að taka þetta mál til meðferðar. Það er í raun þannig, forseti, að menn þykjast vera að opna fyrir þjóðaratkvæði en útiloka leið að þau mál sem umdeildust eru komast í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta finnst mér nánast hlægilegt, forseti. Og auðvitað var engin jarðvegur fyrir því að þjóðin gæti haft frumkvæði af því að einhver mál færi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ó nei. Nokkur orð ákvæði umhverfi og náttúru. Ekki var vilji nefndinni til að taka inn ákvæði til verndar óbyggðum víðernum og menn vildu heldur ekki vitna í 3. stoð Árósasamkomulagsins rétta málsmeðferð í umhverfismálum. Það er heimild almennings til að bera ákvarðanir í umhverfismálum undir óháðan aðila. Löggjafanum er eftirlátið ákveðið þennan rétt, sem þó er grundvallarréttur og á því heima í stjórnarskrá. Síðan var það rúsínan í pylsuendanum, virðulegi forseti, og sem mér finnst afhjúpa afstöðu ríkisstjórnarflokkanna til þessara vinnu. Þegar til kastanna kom var ekki vilji til að gera tillögu ákvæði framsal valdheimilda. Það er þó óumdeilt að í stjórnarskránni þurfi að fjalla heimildir, afmörkun og tilhögun við framsal ríkisvalds í þágu friðar og alþjóðasamvinnu. Þröng dægurpólitík veldur því að slíkt ákvæði er ekki meðal þeirra tillagna sem hér eru lagðar fram. Það er til vitnis flokkspólitíska afstöðu til allra vinnunnar. Valdaflokkarnir vilja ekki nýja stjórnarskrá, valdaflokkarnir eru á móti kerfisbreytingum, þess vegna munu gamaldags stjórnmál ekki ráða við að breyta stjórnarskránni. Þess vegna þurfa nútímaleg öfl að sameinast að halda áfram með vinnuna sem unnin var á síðasta kjörtímabili. Tryggja nútímalega mannréttindakafla í stjórnarskrá, tryggja jafnan atkvæðisrétt allra manna, persónukjör og upplýsingafrelsi og upplýsingarétt, svo eitthvað sé nefnt. Svona í lokin langar mig að segja frá því hvað öll þessi vinna við stjórnarskrártillögur á þessu og síðasta kjörtímabili hefur skilið eftir hjá mér. Mér finnst nánast yfirþyrmandi það viðhorf að stjórnarskráin og smíði hennar séu sérstakt verkefni fyrir lögfræðinga eða annarra í akademísku elítinni. Þolinmæði mín fyrir því viðhorfi fer ört þverrandi ef hún er ekki bara þorrin. Stjórnarskráin er vissulega grunnurinn sem öll löggjöf byggir á, grunnlög eða grundloven eins og hún heitir á dönsku. En stjórnarskráin á að vera á mannamáli. Ákvæði hennar eiga að endurspegla þau gildi sem við viljum byggja samfélag okkar á. Það er síðan þessi lögfræðilegt eða akademískt viðfangsefni og ég leyfi mér að velta því fyrir mér hvort ekki væri betra að kalla listamenn til þessara verka. Listamenn eru mun næmari á umhverfi sitt en lögfræðingar og því kannski hæfari til að skynja þjóðarsálina. En það er einmitt það sem stjórnarskrá á að vera. Ákvæði hennar eiga að endurspegla þjóðarsálina en ekki vera leikvöllur fyrir þrætur lögfræðinga. Og það var nákvæmlega það sem gerðist í stjórnlagaráðinu. Þjóðarsálin náði yfirhöndinni. Verkið sem gamaldags stjórnmálin ráða ekki við var unnið. Það þarf að ljúka verkinu og skrifa og samþykkja nýja stjórnarskrá sem byggir á þeirri vinnu. Ég vil lokið máli mínu. Katrín Jakobsdóttir, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur nú til máls. Herra forseti, ég er ein þeirra sem hef setið í stjórnarskrárnefndinni á þessu kjörtímabili. En til að rifja aðeins upp forsöguna þá var hún skipuð á þessu kjörtímabili í nóvember 2013 af þáverandi hæstv. Forsætisráðherra Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, skipuð 2 fulltrúum frá Sjálfstæðis- og Framsóknarflokki og 1 fulltrúa stjórnarandstöðuflokkanna hverra
og svo einum formanni tilnefndum af forsætisráðherra. Nefndin hóf störf sín í janúar 2014 og hennar verkefni voru þessi 4 ákvæði sem Valgerður Bjarnadóttir hv. þingmaður nefndi í ræðu sinni, þ.e. ákvæði um náttúruvernd, auðlindir í þjóðareign, þjóðaratkvæðagreiðslur og ákvæði um framsal valdheimilda. Ég ætla ekki að löngum tíma í að rifja upp úr hverju þessi nefnd spratt, en það má segja að hún hafi verið einhvers konar tilraun til að þoka málum áfram eftir þá miklu vinnu sem unnin var á síðasta kjörtímabili, þar sem tilraun var gerð mjög mikilvæg til þess að semja nýja stjórnarskrá eftir að við höfum haft það sem hefur kallað mátt bráðabirgðastjórnarskrá frá lýðveldisstofnun sem hefur gengið afar treglega að breyta. Og það mjög langt síðan síðustu breytingar sem voru innleiðing mannréttindakafla voru gerðar. Við höfum mikið rætt stjórnarskrárbreytingar hér á þingi en ekki auðnast að gera frekari breytingar. Og síðan var það á kjörtímabilinu 2009–13 að ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar ákvað að leggja í það verkefni að fara í kosningu stjórnlagaþings sem síðar var skipað af þinginu sem stjórnlagaráð sem samdi drög að nýrri stjórnarskrá. Og þau drög voru samþykkt í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu haustið 2012. Og það er mjög mikilvægt að við gleymum ekki því að þarna var ætlunin að gefa fólkinu í landinu tækifæri til þess að koma að því að semja nýja stjórnarskrá. Og það ferli að mörgu leyti einstakt og mér finnst mjög mikilvægt að við reynum að vera trú því ferli og trú þeim sem fóru á kjörstað og kusu með þessum grunni. Og það í takt við ályktanir minnar hreyfingar, landsfundarályktanir minnar hreyfingar, Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, sem við höfum ítrekað sagt að það skipti máli að byggja á þessum grunni. En við tókum sæti í þessari nefnd af því að við töldum að þarna ætti þá að minnsta kosti að reyna að ná einhvers konar áföngum sem byggðu á þessari fyrri vinnu. Ég verð að segja að það eru mér ákveðin vonbrigði eftir að hafa setið rúmlega 50 fundi í þessari nefnd sem að mörgu leyti var vel skipuð, hve vinnan gekk hægt, sóttist seint. Formaður nefndarinnar Sigurður Líndal fór frá störfum mitt ár 2014. Nýr formaður var settur Páll Þórhallsson. Lengi vel var ekki fullskipað af hálfu Framsóknarflokksins í nefndina, þar sem Skúli Magnússon, fulltrúi Framsóknarflokksins, sagði sig frá störfum. Og lengi vel var ekki fullskipað í nefndina af hálfu Framsóknarflokksins. Og þegar nýr fulltrúi kom inn, Einar Hugi Bjarnason, taldi það auðvitað, með fullri virðingu fyrir öllum hlutaðeigandi sem allir gerðu sitt besta, að fara á nýjan leik yfir alla vinnuna. Þannig að það urðu miklar tafir á starfi nefndarinnar. Og ég sagði það í bókun sem ég lagði fram þegar nefndin skilaði áfangaskýrslu sumarið 2014 og var ég þá bara mjög bjartsýn á að þetta myndi allt hafa sinn gang, að ég legði á það mikla áherslu að nefndin væri búin að ljúka vinnu við þessi 4 ákvæði þannig að unnt væri að kjósa um þau í þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða forsetakosningu 2016, en til upprifjunar þá hefur verið í gildi bráðabirgðaákvæði um breytingar á stjórnarskrá á þessu kjörtímabili sem gerði ráð fyrir að við þyrftum ekki að rjúfa þing og kalla þing saman aftur til að samþykkja breytingar á stjórnarskrá, sem að mínu viti er ekki rétt og gott fyrirkomulag. Mér finnst það ekki gott fyrirkomulag og ég held að reynslan okkar sýni það. Og mér fannst mikilvægt að þetta ákvæði væri virkjað. Það voru mjög deildar meiningar þetta breytingaákvæði og það eins og svo margt annað niðurstaða mikilla málamiðlana. En hvernig sem við útfærum það, þá og ég vil segja það hér upp að eina rétta leiðin til að breyta stjórnarskrá er að gera það í gegnum þing og svo í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þetta fyrirkomulag sem hefur verið, það er bara algjörlega vonlaust að mínu viti og setur óheyrilega pressu á þessar breytingar í hvert sinn, fyrir utan að það er eðlilegt að þjóðin komi að þeim málum að samþykkja eða hafna stjórnarskrárbreytingu þegar að ræða breytingar á grunnlögum landsins. Svo ég fari aftur í söguna, það var það svo allt fram í janúar, febrúar skulum segja snemma árs, því minni mitt er nú svo sannarlega ekki óskeikult, en allt þar til snemma árs 2015 þá vorum við að ræða 4 ákvæði.
En mitt ár 2015, eða líklega að hausti 2015, kemur fram vilji til þess að falla frá ákvæðum framsal valdheimilda sem þó allir höfðu verið sammála í upphafi væri bráðnauðsynlegt því við erum ítrekað að ræða það hér í þinginu að við séum að vinna með tilskipanir í því alþjóðasamstarfi sem við höfum aðild að og ég vitna hér að sjálfsögðu til EES-samstarfsins þar sem upp koma grá svæði það hvenær við erum í raun og veru að ganga of langt í framsali valdheimilda. Og þetta hefur við rætt margoft og kallað til færustu sérfræðinga, en eigi að síður, og þrátt fyrir að því ég taldi skýran vilja allra til þess að búa þetta einhvers konar ákvæði, einhvers konar skýran ramma, þá var ekki vilji til þess að ljúka vinnu við slíkt ákvæði. Gott og vel, áfram hélt nefndin, og þetta hljómar auðvitað dálítið eins og einhver saga þar sem fólk heltist úr lestinni og ákvæði heltast úr lestinni, svona eitt af öðru. En við reyndum þá að ljúka vinnu við þessi 3 ákvæði. Og ég var áfram bjartsýn á að þetta gæti gengið. En það var þó ljóst á haustmánuðum 2015 þegar þetta stóð yfir að það yrði of seint að ljúka málinu fyrir forsetakosningar 2016. Og kannski var það vegna þess að fyrrverandi hæstvirtur forseti lýðveldisins hafði haft hér upp í þessum sal stór varnaðarorð það að greidd yrðu atkvæði stjórnarskrárbreytingar samhliða forsetakosningum, að það var ekki gert. Það var ekki gert og við erum þá komin á þann stað þegar hæstvirtur forsætisráðherra mælir hér fyrir þessu máli að lagt er til að beita gömlu aðferðinni að 2 þing samþykki og það eitt og sér eru nú risavaxin vonbrigði, herra forseti. Hvað efnisatriði varðar sem hér eru undir, þá er það svo að þar hafa þetta verið gerðar miklar málamiðlanir og þessi ákvæði eru að sjálfsögðu, og þar hafa allir gefið eitthvað eftir. Ég vil taka það fram að í nefndinni þá auðvitað var það þannig að allir þurftu að gefa eitthvað eftir af sínum kröfum og það er alveg hárrétt sem kom fram í mæli hæstvirts forsætisráðherra. Og ég vil sérstaklega nefna mál sem mér var mjög hugleikið og ég veit að hv. nefndarmenn munu kannast við það að ég ræddi það mjög á mörgum fundum og það varðar þjóðaratkvæðagreiðslur. Það sem ég taldi í fyrsta lagi mjög mikilvægt að ef við ætluðum að samþykkja ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslur væri eðlilegt að tilteknar þingsályktanir myndu heyra þar undir. Og talsvert var rætt það í nefndinni hvernig mætti afmarka slíkar þingsályktanir. Að þær skyldu vera stefnumótandi, hafa réttaráhrif, sem sagt meiri háttar þingsályktanir, ekki ályktanir einhver smámál sem var orðið það bara beint. Og af hverju fannst mér þetta mikilvægt? Jú, ég get nefnt sem dæmi að við tökum oft mjög stórar ákvarðanir, til dæmis í umhverfismálum, þegar við ræðum hér rammaáætlun sem samþykkt í formi þingsályktunar. Og þá erum við að taka óafturkræfar ákvarðanir vernd og nýtingu sem oft eru afar umdeildar í samfélaginu. Og ef ég lít bara tilbaka, segjum undanfarin 20 ár, þá eru þessi mál meðal þeirra umdeildustu í samfélaginu. Er ekki eðlilegt að hleypa fólki á til að segja sína skoðun á slíkum málum? Umsókn eða tillaga aðildarumsókn að Evrópusambandinu var samþykkt hér sem þingsályktun. Það nú margir sammála það þegar litið er tilbaka að það hefði verið eðlilegt að kjósa þá ályktun hjá þjóðinni á sínum tíma. Og væri ekki eðlilegt að gefa þjóðinni tækifæri til þess að krefjast atkvæðagreiðslu slíkt. En niðurstaðan var sú að þessar dyr eru opnaðar. Það er örlítil gátt sem er opnuð sem lýtur að því að sagt er með lögum sem samþykkt eru með 2/3 hlutum atkvæða á Alþingi skal mælt nánar fyrir nú er ég í vitlausri grein, herra forseti. Heimilt er með lögum fyrirgefið sem samþykkt er með 2/3 hlutum atkvæða á Alþingi að ákveða að sama gildi ályktanir sem hafa réttaráhrif eða fela í sér mikilvæga stefnumörkun.
Þannig að ákvæðið alls ekki fortakslaust, heldur það lagt í hendur löggjafans að samþykkja lög sem smíði ramma slíkar þingsályktanir. Og þetta bara eitt af atriðunum sem voru mjög mikið reynd í nefndinni. Og þarna gáfu allir eitthvað eftir í þessari útfærslu, svo ég nefni sem dæmi. En síðan var ráðist í það verkefni að senda þessar tillögur, allar saman þessar 3, til umsagnar. Og ég tek það fram að því tíminn stuttur hér, þá ætla ég ekki að fara yfir öll þau atriði sem voru til umræðu í nefndinni. Það væri mjög áhugavert, en til þess þyrfti ég lengri tíma, herra forseti. Það sem ég nefni sérstaklega er að við sendum hér út til umsagnar þessar greinar og hæstv. Forsætisráðherra gerði það, orðaði það einhvern veginn þannig í sinni ræðu hér áðan að það hefði verið samstaða í nefndinni tillögurnar en þó ákveðinn meiningamunur. En sá meiningamunur, því er að ræða stjórnarskrá, þótt hann varði kannski ekki margar setningar, getur ríst djúpt. Og það urðu mér töluverð vonbrigði líka þegar umsagnir bárust að mér fannst ekki nægjanlegur vilji til þess í nefndinni að úr þeim urði unnið. Ég nefni sérstaklega, sem hv. þingmaður Valgerður Bjarnadóttir gerði líka umtalsefni, að hér erum við í þessari tillögu að stjórnarskrárákvæði að leggja til að 2 stoðir Árósasáttmálans verði innleiddar en ekki hin 3. sem þó er lykilhluti af öllum sáttmálunum. Og ég er ekkert viss það. Ég hef allavega ekki enn heyrt nein rök fyrir því af hverju sú 3. ætti ekki að fylgja með. Og ég tel að þarna hefði nefndin átt að ljúka sínu starfi og setja þessa 3. stoð bara inn í takt við þær umsagnir sem bárust og voru fullkomlega á málefnalegum og gildum rökum byggðar. Ég tel líka, og er sérstaklega áhugasöm þetta ákvæði umhverfisverndar sem hefur verið kappsmál minnar hreyfingar árum saman, að það sé mikill skaði að ekki sé tekið tillit til þeirra athugasemda sem bárust líka það að sérstaklega sé rætt ósnortin víðerni í ákvæðinu sjálfu, eins og gert var í tillögum stjórnlagaráðs og áfram stóð í þeim eftir meðferð stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á síðasta kjörtímabili. Og ekki hef ég heyrt heldur nein sérstaklega gild rök á móti þessari viðbót. Og sú er staðan á málinu, herra forseti, að við ákváðum og gerðum grein fyrir afstöðu okkar. Stjórnarandstaðan skilaði inn sameiginlegri bókun, en við ákváðum og féllumst á það í ljósi þess að boðað hafði verið til kosninga nú í haust og við sáum ekki fram á að nefndin myndi hafa mikinn tíma framundan til þess að vinna meira, því í upphafi var jú ætlunin og við vorum komin með talsvert af minnisblöðum sem ég geymi hér í mínum möppum næstu ákvæði sem ætti að fara að fjalla þegar við ætlum að vera búin að þessu svona árinu 2014 með þessi 4 sem síðar urðu 3. Þá vorum við nú að undirbúa okkur að fara að fjalla forsetaembættið og fleira. Því var ekki lokið og raunar aldrei á því byrjað raun og veru. En í bókun okkar, þegar við fjallumst á að nefndin myndi skila af sér, í raun og veru fyrst og fremst til þess að sýna hvar vinnan stæði, þá kemur það fram í okkar bókun að það náðist ekki samstaða endanlegan frágang þessara tillagna. Og ég get nefnt fleiri atriði en ég hef þegar nefnt, hvað varðar ósnortin víðerni og 3. stoð Árósasáttmálans. Ég get líka nefnt þá áherslu sem mér hefði þótt mikið hægt að ræða frekar sem er á landeigendur í ákvæðum umhverfisvernd. Mál sem við ræddum margoft í nefndinni var auðvitað þröskuldarnir í þjóðaratkvæðagreiðslunum og þar má segja líka að allir hafi gefið talsvert mikið eftir af sínum hugmyndum. Ég nefni að í umsögnum auðlindaákvæði voru talsverðar vangaveltur skilgreininguna á eðlilegu gjaldi, sem er auðvitað ekki ný umræða. Úr þessu tel ég að hefði þurft að vinna miklu betur.
Og ég tel að það hefði verið affarasælast í ljósi þess að við erum hér á stuttu þingi og kosningar fram undan að geyma þessar tillögur. Mér er til efs það að þingið muni ná að ljúka umfjöllun þau atriði sem út af standa sem þessari ágætu nefnd hefur ekki tekist á 54 fundum. Mér er það mjög til efs. En ég hefði viljað sjá raunverulega umræðu það að við ræddum að breyta breytingaákvæði stjórnarskrárinnar. Við eigum það ágætis tillögu stjórnlagaráðs sem gerði ráð fyrir að Alþingi myndi samþykkja frumvarp til breytingar á stjórnarskrá með einföldum meirihluta og síðan yrði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tók þetta til umfjöllunar í sinni vinnu og þar var tillagan orðuð svo að þegar Alþingi hefur samþykkt frumvarp til laga breytingu á stjórnarskrá með minnst 35 hlutum greiddra atkvæða skal það borið undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar og atkvæðagreiðslan skal fara fram í fyrsta lagi 6 mánuðum og í síðasta lagi 9 mánuðum eftir samþykkt frumvarpsins á Alþingi. Sé frumvarpið samþykkt með 35 hlutum greiddra atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslu skal það staðfesta af forseta Íslands innan 2 vikna og telst þá gild stjórnskipunarlög. Breytingaákvæðið var ekki rætt í nefndinni af því að okkar verkefni, þar að segja okkar forgangsverkefni sem átti að vera fyrsti áfangi, voru þessi 4 ákvæði sem seinna urðu 3. Og það breytingaákvæði sem hefur verið í gildi til bráðabirgða hefur hins vegar verið umdeilt, sérstaklega sökum hás samþykkisþröskuldar. Þessar 2 tillögur, hvort sem tillaga stjórnlagaráðs sem gerir í raun ekki ráð fyrir neinum þröskuldum nema þeim að ef 5/6 hluta þingmanna samþykki stjórnarskrá geti Alþingi samþykkt að fella þjóðaratkvæðagreiðsluna niður. Ég tel hins vegar eðlilegt að þjóðin komi alltaf að stjórnarskrárbreytingum en vísa þá í þessa tillögu stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem lá fyrir. Og ég tel að ef okkur lánaðist að breyta þessu breytingaákvæði væri kannski meiri líkur til þess að við gætum náð aukinni sátt stjórnarskrárbreytingar. Því ég verð að segja þetta, hafandi farið inn í þessa vinnu örugglega mjög oft hundleiðinleg á þessum fundum stjórnarskrárnefndar en þó alltaf vissum að við værum að þokast í rétta átt og að þetta myndi skila einhverju raunverulegu, þá verð ég að segja að ég er orðin alleefins að þetta vinnulag gangi upp. Í öðru lagi finnst mér við komin ansi fjarri því ferli sem stóð yfir á síðasta kjörtímabili, varð gríðarlegt þrætuepli því miður, en er samt svo mikilvægt og snýst það að við afhendum þjóðinni valdið til að velja sér fulltrúa sem semja nýja stjórnarskrá og þingið átti síðan að fjalla um og byggja á þeim grunni. Og það er mjög miður að það ferli að því hafi ekki verið lokið. Því það er mjög merkilegt. Og það er svolítið merkilegt að kannski finnst útlendingum þetta merkilegri en Íslendingum, því þetta er auðvitað önnur leið en farin hefur verið, en hún er mjög skiljanleg. Og ég hef gjarnan vitnað til þess að í Noregi hefur Norðmönnum einhvern veginn auðnast að ná fram breytingum. Það var vitnað til umhverfisverndarákvæðisins norska, sem er gott. Þar hefur norska þinginu auðnast að ná fram breytingum í góðri sátt. En við sitjum hér alltaf á spólum, kjörtímabil eftir kjörtímabil, segi ég sem hef nú bara verið hér í 9 ár, sem er að verða ansi langur tími. Hér sitjum við og spólum í sama farinu. Ég tel að þessi nefnd hefði getað lokið störfum miklu fyrr. Ég tel að við hefðum hugsanlega getað náð einhverju samstöðu eitthvað til þess að, og við hefðum getað nýtt okkur breytingaákvæði. Ég tel litlar líkur á því, þegar þetta frumvarp er lagt fram hér með skamman tíma til stefnu, að við náum að vinna úr því sem nefndinni tókst ekki að vinna úr á öllum sínum fundum. Og ég tel það mjög bagalegt að við ætlum okkur að
fara aftur í því gamla fyrirkomulag með að breyta stjórnarskrá og eins og ég segi, setja okkur aftur í þann ramma sem hefur verið okkur svo mikill fjötur í fót í þessum málum svo lengi. Þannig að ég hefði talið, herra forseti, að farsælast væri að horfa til þess og gera tilraun til þess að ná samkomulagi breytt breytingaákvæði og síðan tel ég, og það kemur skýrt fram í bókun stjórnarandstöðunnar við skil stjórnarskrárnefndar, að það þarf að forgangsraða þeirri vinnu sem hófst með þjóðfundinum 2010, þar sem kallað var til fólk til að ræða þau gildi sem eiga að vera til leiðsagnar í stjórnarskrá. Þeirri vinnu þarf að forgangsraða á nýju kjörtímabili. En mér finnst það hins vegar vera okkar val hvort að við höldum því áfram innan þess ramma sem hefur verið stjórnarskrárbreytingar eða hvort við breytum þeim ramma. Þannig að þetta nú það sem ég hef að segja málið í þessari fyrstu umræðu og tími minn hér raunar þrotinn. Ég hefði getað að tala hér mun lengur en það ekki í boði og kannski eins gott. En herra forseti, það eru mörg vandkvæði við þetta mál. Birgir Ármannsson, hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur til máls. Hæstv. forseti. Í upphafi vil ég geta þess að eins og hv. þingmenn Valgerður Bjarnadóttir og Katrín Jakobsdóttir átti ég sæti í stjórnarskrárnefnd forsætisráðherra sem gekk frá þeim tillögutexta sem frumvarp forsætisráðherra hér byggir á. Fundir voru vissulega margir og hart tekist á ýmis efni. Ég vil þó geta þess að ég tel að í öllum meginatriðum hafi samstarf í nefndinni verið gott og jafnvel betra en í ýmsum slíkum nefndum sem ég hef komið nálægt á undanförnum árum. Og ég tel líka að, þannig að það sé sagt, að með þeim tilslökunum á alla enda og kanta sem birtast í þessum tillögutexta, að þá hafi okkur miðað töluvert mikið áleiðis með því að ná fram sameiginlegum skilningi á þeim atriðum sem þarna að ræða. Þannig að ef ég ber þetta saman við aðra slíka vinnu sem ég hef tekið þátt í, þá hygg ég að þarna hafi fulltrúar ólíkra sjónarmiða í þessum efnum komist nær því að ná sameiginlegum skilningi heldur en við höfum iðulega séð áður. Hér hafa fyrri ræðumenn vikið nokkuð að forsögunni og ætla ég örstutt að víkja að henni líka. Fyrst vildi ég nú bara til þess að taka það fram í þessari umræðu að þá auðvitað gagnvart stjórnarskrárbreytingum hafa auðvitað komið fram, getum sagt, tvö ólík meginsjónarmið í umræðum á undanförnum árum. Annars vegar hefur af hálfu sumra stjórnmálaafla verið uppi hávær krafa róttækar breytingar á stjórnarskrá. Ég og minn flokkur, við höfum aldrei tekið undir þetta. Það hefur verið ágreiningur þessa nálgun. Sá ágreiningur birtist oft og iðulega á síðasta kjörtímabili og á sér auðvitað eldri sögu en þetta var auðvitað tekist töluvert hart á síðasta kjörtímabili og auðvitað koma menn til nefndarstarfs á þessu kjörtímabili úr ólíkum herbúðum hvað þetta varðar. Sumir hafa talið að það væri brýn þörf á róttækum stjórnarskrárbreytingum meðan aðrir hafa talið að það væri lítil þörf á stjórnarskrárbreytingum þótt menn gætu verið opnir fyrir því að taka einstök atriði bæði
ný atriði inn í stjórnarskrá og eftir atvikum að ræða breytingar á ákvæðum sem fyrir væru. Þannig að þarna, eins og ég segi, þarna er að ræða ólík sjónarmið. Þeir sem hafa talað fyrir róttækum stjórnarskrárbreytingum segja oft og iðulega, eins og tveir síðustu hv. ræðumenn, að eins og annar þeirra, hv. þingmaður Valgerður Bjarnadóttir, orðaði það, að gamaldags hefðbundin stjórnmál ráði ekki við þetta verkefni. Það er hennar viðhorf. Af því að það form sem er á stjórnarskrárbreytingum samkvæmt núgildandi stjórnskipan hefur ekki auðveldað, getum við sagt, róttækar stjórnarskrárbreytingar. Sumir orða það þannig: Alþingi ræður ekki við þetta verkefni. Þegar ég heyri menn halda því fram þá hugsa ég stundum: meinar sá sem þetta segir ekki bara Alþingi er ekki tilbúið til að gera þær breytingar sem ég vil fá fram? Er það ekki þannig? Er það ekki það sem er raunverulega átt við? Þegar menn segja Alþingi ræður ekki við verkefnið, þá meina menn Alþingi er ekki tilbúið, eða meirihluti Alþingis ekki tilbúinn til þess að klára málið eins og ég vil hafa þetta. Ég held að það sé svolítið grunnt á þeirri hugsun hjá mörgum sem nálgast þetta með þessum hætti. Ég þarf auðvitað ekkert að segja hv. þingmönnum sem hér eru staddir og hafa fylgst með þessum umræðum að auðvitað hefur Alþingi breytt stjórnarskránni. Auðvitað hefur Alþingi breytt stjórnarskránni 7 sinnum á lýðveldistímanum. Töluvert oft frá setningu fyrstu stjórnarskrárinnar 1874. 7 sinnum á lýðveldistímanum, og raunverulega hefur meirihluta greina núverandi stjórnarskrár verið breytt einhvern tímann á leiðinni. Þannig að auðvitað hefur Alþingi getað breytt stjórnarskránni, en það hefur hins vegar ekki gengið eftir, sem sumir hafa gert kröfu að þær róttæku breytingar og breytingahugmyndir sem menn hafa haft hafi farið í gegnum þingið. Og þá auðvitað staldrar maður við atburðarásina á síðasta kjörtímabili sem segja má að hafi hafist þegar að minnihlutastjórn Jóhönnu Sigurðardóttur tók við völdum í upphafi febrúar 2009 með stuðningi þá eða hlutleysi Framsóknarflokksins. Þar var lagt upp með að á þeim 3 mánuðum sem sú ríkisstjórn ætlaði að starfa fram að kosningum ætluðu menn að gera töluvert róttækar breytingar á stjórnarskrá. Menn ætluðu bæði að gera nokkrar efnisbreytingar á veigamiklum atriðum og leið að setja á fót stjórnlagaþing sem átti síðan að taka við heildarendurskoðun. Þetta rann auðvitað út í sandinn. Það var vanhugsuð áætlun að mínu mati og rann auðvitað út í sandinn. Það var auðvitað ásamt öllu öðru sem menn voru að fást við á þessum tíma fullkomlega óraunhæft að ætla að keyra í gegn stjórnarskrárbreytingar með þeim hætti sem þarna var lagt upp með. En það má segja að í þessu ferli sem þarna hófst hafi byrjað ákveðinn skotgrafahernaður þar sem viðhorf ólíkra fylkinga varð dálítið mikið allt eða ekkert. Menn vildu setja úrslitakosti, knýja fram niðurstöðu og það kom síðan margoft í ljós á kjörtímabilinu sem kom þar á eftir að menn ætluðu, sem þá voru í meirihluta, að keyra fram breytingar eftir sínum hugmyndum, nánast óháð því hvað minnihluti þingsins, sem þó var allverulegur, vildi í málinu. Eins og aðrir ræðumenn hafa nefnt hérna þá voru átökin auðvitað hörð á síðasta kjörtímabili og ég tók þátt í því og margir sem hér eru og það má segja að víglínur þar mótuðust auðvitað af kannski í fyrsta lagi þessum ólíku grundvallarhugmyndum sem ég nefndi í upphafi ræðu minnar, mismunandi viðhorf til þess hvort það þyrfti róttækar stjórnarskrárbreytingar eða ekki, líka mismunandi afstaða til þess hvort að hrun bankakerfisins haustið 2008 gæfi með einhverjum hætti tilefni til stjórnarskrárbreytinga. Ég játa það að
ég sá aldrei hið röklega samhengi í því sambandi, en það var ekkert í stjórnarskránni sem kallaði fram bankahrunið og ekkert í stjórnarskrárbreytingum sem út af fyrir sig leiddi af þeirri atburðarás. Þvert á móti má segja að í þeim pólitíska ólgusjó sem tók við í kjölfar bankahrunsins hafi stjórnarskráin staðist. Á grundvelli núgildandi stjórnarskrár var hægt með þingræðislegum og lýðræðislegum hætti að skipta ríkisstjórn í janúarlok 2009. Það var efnt til kosninga í samræmi við ákvæði stjórnarskrár og síðan, raunar 4 árum síðar, verða svo aftur mikil pólitísk umskipti á grundvelli nýrrar stjórnarskrár. Þannig að í þeim atriðum sem raunverulega varða stjórnarskrána þá má segja að stjórnarskráin hafi staðið af sér hrunið. Þannig að það að hér riði yfir mikið efnahagslegt áfall í kjölfar bankakreppu var auðvitað ekki tilefni til stjórnarskrárbreytinga, enda hefur mig alltaf grunað að það hafi kannski frekar verið þannig að þeir sem lengi höfðu verið áhugasamir og róttækar stjórnarskrárbreytinga vildu nota þetta tækifæri til þess að ná fram sínum sjónarmiðum, vegna þess að það var pólitísk ólga, vegna þess að þjóðin var í uppnámi og í áfalli. Og ég verð að segja það að menn væru að nýta sér aðstæður með þeim hætti gerir það verkum að ég var ennþá harðari gegn breytingum á síðasta kjörtímabili þegar að reynt var að keyra þetta í gegn með þessum hætti. Það sem gerist auðvitað það að án þess að ég fari í smáatriðum út í þau skref sem voru stigin á síðasta kjörtímabili, sem mörg hugnuðust mér ekki, en það var verið að fara eða reyna að fara á svig við þá réttu leið sem stjórnskipanin kveður á varðandi breytingar á stjórnarskránni, með því að reyna að færa vald og verkefni frá þinginu og inn í einhverja aðra farvegi sem ekki voru stjórnskipulegar forsendur fyrir. Þá verður maður auðvitað að geta þess að það má segja að flest skref sem meirihluti þingsins á þeim tíma, ríkisstjórnarflokkanna, Vinstri grænna og Samfylkingar og lengst af með stuðningi hreyfingarinnar og einhverra annarra í einstökum tilvikum, að það var auðvitað verið að stíga mjög mörg umdeild skref. Og ég vil segja það að frá mínum bæjardyrum séð var sú leið vörðuð mörgum mistökum. Þannig að í mínum huga þá var sú tilraunastarfsemi, sú stórfellda tilraunastarfsemi sem menn voru að stíga inn í stjórnarskrármálum á síðasta kjörtímabili ekki vel lukkuð leið sem gæti orðið öðrum fyrirmynd, heldur frekar víti til að varast. Ég ætla ekki að gera lítið úr öllum þeim umræðum sem áttu sér stað þessi mál. Í mörgum tilvikum var að ræða frjóar umræður, áhugaverðar tillögur og annað þess háttar. En með þeirri aðferðafræði sem þarna var notað, þá voru menn að mínu mati að gera tilraun með breytingar á stjórnarskrá Íslands án þess að til þess bæri nokkra nauðsyn og án þess að skrefin væru vandlega íhuguð og vel útfærð. Þannig að mín upplifun af þessu var það að þarna værum að ræða röð mistaka og ferli sem raunverulega endaði út í skurði í lok þess kjörtímabils. Þegar að nýr þingmeirihluti var kominn hér
í kjölfar kosninga 2013 og ný ríkisstjórn tók við völdum. Þá var meðal þeirra verkefna sem menn ætluðu að setja sér var að vinna að taka þátt í áframhaldandi vinnu við breytingar á stjórnarskrá og í kjölfar þess var þessi nefnd sett upp. Útgangspunktar í því starfi voru nokkrir, meðal annars sá að eðlilegt væri og skynsamlegt að áfangaskiptaverki til þess að einfaldlega lenda ekki í sömu ógöngum og menn gera iðulega þegar þeir færast of mikið í fang, reyna að borða melónu í einu munnbita, ef svo má segja. Minni á að tillögur stjórnlagaráðs sem hafa vísað til hérna fólu í sér breytingar á svo til öllum 80 ákvæðum núverandi stjórnarskrár og til viðbótar 35 ný ákvæði sem maður myndi segja að væri ansi stór munnbiti að kyngja, jafnvel þó sáttin tillögurnar hefði verið meiri heldur en raun bar vitni. Þegar að menn tala um að áfangaskipta þá felur það auðvitað líka í sér ákveðna vísbendingum að menn vilji forgangsraða og það gerðum við í upphafi nefndarstarfsins og það voru, eins og fram hefur komið í máli manna hér, 4 ákvæði sem voru tekin sérstaklega til meðferðar og það var, getum sagt, að vel athuguðu máli vegna þess að þar var að ræða ákvæði sem höfðu verið mikið til umræðu á undanförnum árum. Ekki bara á tímabilinu 2009–13 heldur raunar sum hver miklu lengur. Menn voru auðvitað að reyna að lesa svolítið í áherslur flokka og menn voru að reyna að lesa í opinberar umræður og niðurstaðan var sem sagt sú að menn tóku til meðferðar þessi 4 viðfangsefni en alveg rétt sem Katrín Jakobsdóttir nefndi hér áðan að við upphaf nefndarstarfsins þá sáu menn auðvitað fyrir sér að síðan yrði framhald á og önnur ákvæði yrðu tekin til umræðu þegar að lengra liði í starfinu. Það var líka útgangspunktur, ekki bara að áfangaskipta og forgangsraða, heldur voru menn líka hygg ég flestir þeirra skoðunar að það væri æskilegt að ná niðurstöðu sem flestir gætu fellt sig við. Það var sem sagt hugmyndin var sú að reyna að ná málamiðlun. Ekki að knýja fram endilega lausnina sem ég vildi helst eða hv. þingmaður Katrín Jakobsdóttir eða hv. þingmaður Valgerður Bjarnadóttir heldur að reyna að leita að einhvers konar sameiginlegum flötum, finna sameiginlega fleti til þess að vinna út frá. Og eins og ég sagði í upphafi máls míns þá tel ég að við höfum nálgast ansi mikið í þeim efnum og meira heldur en ég hef séð í vinnu af þessu tagi sem ég hef tekið þátt í. Með því ætla ég auðvitað ekki að draga úr því að í sambandi við öll ákvæðin sem þarna eru undir komu fram sérstaklega í upphafi mjög ólík sjónarmið. En með því að halda dálítið marga fundi og ræða málin fram og til baka þá færðust við kannski nær sameiginlegri niðurstöðu heldur en að ég hefði trúað í upphafi. Það auðvitað kostaði það að allir urðu að slá af sínum kröfum, gefa eftir, reyna að ná sameiginlegum skilningi og ég held að það hafi tekist í flestum tilvikum. Það sem gerist hins vegar síðar í ferlinu er það og bara af því að ég nefndi það að menn hefðu verið að reyna að tala út frá því að ná fram tillögum sem víðtækust væri sátt við. Það var á þeim forsendum sem nefndin ýtti til hliðar frekar seint í ferlinu tillögu framsal ríkisvalds, enda þótti sumum innan nefndarinnar, getum sagt það, sumum innan nefndarinnar ljóst að það ákvæði gæti kallað á meiri og skarpari ágreining
heldur en önnur sem þarna að finna, og það gæti leitt til þess að það ákvæði eitt og sér yrði til þess að stoppa ferlið, og það vildu menn ekki, þannig að það var ákveðið að halda áfram með þau 3 sem menn töldu að gætu að mögulegt væri að ná meiri sáttum. Það gerist auðvitað síðan að ekki síst eftir að nefndin kynnti þær tillögur sem núna liggja á borðinu í febrúar á þessu ári, að í ákveðnum stjórnmálahreyfingum kom upp á yfirborði, getum við sagt, mjög hörð andstaða við þá leið sem þarna var falin. Við veittum því auðvitað athyglissemunum að þessum málum að það var beinlínis fellt í atkvæðagreiðslu Pírata að málið fengi þinglega meðferð, eins og það var kallað. Það voru skiptar skoðanir greinilega í þeim hópi, en niðurstöðu þessar atkvæðagreiðslu mátti skilja sem svo að flokksmenn í Pírötum eða þátttakendur í þeirri atkvæðagreiðslu legðust gegn því að þingmenn flokksins greiddu fyrir því að þetta mál fengi þinglega meðferð. Innan Samfylkingarinnar komu líka fram hörð andmæli við þessum tillögum og þeirri nálgun sem þarna var að finna. Ef ég man rétt var í upphafi marsmánaðar efnt til flokksstjórnarfundar þar sem þessi mál voru til umræðu, og miðað við þær fréttir sem maður hafði af fundinum þá var ekki að ræða formlegar samþykktir eða ályktanir þetta, en það virtist standa upp úr flestum ræðumönnum hörð andstaða við það að Samfylkingin tæki þátt í að fara þessa leið. Þegar að þetta liggur fyrir þá auðvitað kemur svo hugsun upp hjá öðrum flokkum, ef það ekki allir með, þarf ég þá ekki að undirstrika mína sérstöðu með einhverjum hætti? Og auðvitað má segja að svoleiðis hugsanir hljóta að ágerast þegar að gefnar eru yfirlýsingar það að kosningum verði hugsanlega flýtt eins og gerist í vor, þegar menn sáu fyrir sér að kjörtímabilið myndi styttast 6-8 mánuði og stjórnmálalífið væri í raun og veru allt að gíra sig inn á kosningaundirbúning og þau átök sem því fylgja. Og mér hefur svolítið þótt það koma á daginn á þeim tíma sem liðinn frá vori og nú fram á haustið. Mér virðist að það séu ennþá mjög ríkjandi sjónarmið hjá mörgum í pólitíkinni að gagnvart stjórnarskrárbreytingum þá gildi ekkert annað en viðhorfið allt eða ekkert. Mér finnst ég sjá það sterklega í málflutningi sumra frambjóðenda stjórnarandstöðuflokkanna. Ég hef nefnt Pírata og Samfylkingu, mér finnst það koma sterkast úr þeim áttum, en heyrist auðvitað hjá fleirum að það komi ekkert annað til greina heldur en að taka pakkann eins og hann kom frá stjórnlagaráðinu svonefnda á sínum tíma og fara með hann í gegnum þingið. Allt annað séu óviðunandi málamiðlanir. Þetta vil ég segja að þegar menn nálgast hlutina með þessum hætti þá auðvitað verið að færa þetta mál aftur inn í farveg stórátaka og skotgrafahernaðar sem það var í á síðasta kjörtímabili. Þetta kannski dæmigert viðhorf í þessu. Það eru umkenningar, ásakanir og úrslitakostir sem ég tel að séu ekki líklegar til þess að skila nokkru áleiðis í þessum efnum. Ég held og trúi því ennþá að það sé unnt að ná saman eða samstöðu, allavega allvíðtækri samstöðu ákveðnar breytingar á stjórnarskrá Íslands.
Mörgum mun finnast að þær breytingar séu ekki nægilega róttækar og munu gagnrýna þær á þeim forsendum. Ég er þeirrar skoðunar að breytingar á stjórnarskrá eigi í sjálfu sér ekki að vera róttækar. Ég held að breytingar á stjórnarskrá eigi einmitt að vera varfærnar. Ég held að það eigi ekki að vera þannig að stjórnarskrá sé breytt með það afgerandi hætti og hugsanlega í andstöðu við stóran minnihluta að ef nýr meirihluti tekur við á þingi eða meðal þjóðarinnar að þá telji menn sig knúna til þess að fara strax í að breyta stjórnarskránni aftur. Ég held að menn eigi frekar að reyna að standa saman að stjórnarskrárbreytingum í áföngum, í sátt, með varfærni, með það fyrir augum að þær stjórnarskrárbreytingar sem eru samþykktar séu ekki einnota, séu ekki svo umdeildar að þær verði reknar til baka leið og pólitískir vindar í þjóðfélaginu hafa breyst. Og ég held að sú nálgun sé fyrir okkur öll miklu uppbyggilegri og árangursríkari heldur en viðhorfið allt eða ekkert. Óttar Proppé, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur nú til máls. Virðulegur forseti. Það er að koma að lokum þessa kjörtímabils og hér eru komnar fram tillögur að 3 breytingum að stjórnarskránni. Björt framtíð hefur stutt breytingar á stjórnarskránni. Á síðasta ársfundi Bjartar framtíðar var samþykktur við svohljóðandi ályktun. Ársfundur Bjartar framtíðar leggur þunga áherslu á að breytingar verði gerðar á stjórnarskrá Íslands í samræmi við vilja þjóðarinnar eins og hann birtist í þjóðaratkvæðagreiðslu um stjórnarskrárbreytingar haustið 2012. Það er nefnilega svo að eftir dæmalausa stöðu í íslensku þjóðlífi 2008-2009 var þung alda meðal almennings að endurskoða stjórnarskrána. Sú alda skilaði sér í pólitíkina sem varð til þess að stjórnlagaráð var sett á fót, unnin stórmerkileg vinna, byrjað á þjóðfundi þar sem að almenningur eða fulltrúar almennings fengu að hafa bein áhrif inn í ferlið og það er mörguleyti þyngra en tárum taki að hvað það ferli einhvern veginn steytti á skeri undir lok síðasta kjörtímabils og í upphafi þessa kjörtímabils var tekin ákvörðun að halda áfram með því að skipa stjórnarskrárnefnd skipa frá þinginu en í raun og veru að halda þessari vinnu áfram í mýflugumynd miðað við þá gagngeru endurskoðun sem hafði farið fram hjá stjórnlagaráði og hafði hlotið yfirburðafylgi í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem var spurt hvort við vildum að tillögur stjórnlagaráðs yrðu hafðar að grundvelli stjórnlagabreytinga. En ég ætla nú ekki að eyða miklum tíma í að rifja upp þessa sorgarsögu. Aðrir þingmenn hafa gert það ágætlega hér á undan mér sem voru á þingi á þeim tíma líka. En við erum allavega komin hingað undir lok þessa kjörtímabils og hér eru komnar þó fram tillögur að 3 breytingum á stjórnarskrá Íslands sem koma í sem sagt hafa verið samþykktar í stjórnarskrárnefnd þingsins og var skilað til forsætisráðherra og þrátt fyrir að þetta séu vissulega kannski rýr uppskera miðað við það sem var tillögur stjórnlagaráðs gerðu ráð fyrir að þá verður að viðurkennast að þetta er skref fram á við og það þykir mér jákvætt og það styðjum við í Bjartri framtíð að það séu tekin skref en að við séum ekki föst í frosti
því frosti og pólitíska frosti að stjórnarskrárbreytingar séu orðnar eiginlega ómögulegar í þessu formi að þingið og 2 þing sitthvora megin við kosningar þurfi að samþykkja. Þannig að það að hér séu komnar tillögur ákvæði náttúruna, tillögur auðlinda ákvæði í stjórnarskrána og tillaga loksins þjóðaratkvæðagreiðslur eru auðvitað stór skref fram á við. Það er jákvætt. Engin af þessum tillögum hér er draumatillaga Bjartrar framtíðar. En við tókum þá afstöðu strax eftir kosningarnar 2013 að þrátt fyrir okkur þætti vonbrigði hversu mikið ætti að para þessa vinnu niður og einbeita henni bara að 4 ákveðnum ákvæðum, að við tókum strax þá ákvörðun að við myndum styðja við þetta ferli og ekki láta okkar eftir liggja í því að sú vinna yrði góð og hún myndi ganga sem best. Því miður eins og aðrir þingmenn, látum okkur nú sjá, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Katrín Jakobsdóttir til dæmis rakti ágætlega í sinni ræðu, að þá urðu ýmis vandræði í störfum nefndarinnar til þess að störf hennar gengu mjög hægt, sérstaklega framan af, og það tók heil 3 ár að ná bara þessum 3 ákvæðum fram og undir lokin var það samþykkt að 4. ákvæðið heimild til afsals valdaheimilda sem er mjög mikilvægt fyrir Ísland í alþjóðasamstarfi og alþjóðlegu samhengi, að það var samþykkt að skilja það eftir og skila þessum 3 greinum sem að þó náðist samstaða en þó með bókunum sem að fulltrúi Bjartrar framtíðar stóð að. Og við höldum því til haga að þær bókanir sem að fólust nú ekki síst í því að ekki hefði verið tekið tillit til umsagna, að sú afstaða stendur auðvitað. En það er með mjög sterkt í huga að fyrir örfáum mánuðum þá stóð forseti Íslands hér og var settur í embætti og í innsetningarræðu sinni vék hann sérstaklega að stjórnarskránni, endurskoðun stjórnarskrárinnar og því sem að virtist vera vandkvæði eða getuleysi stjórnmálanna til þess að klára þetta verkefni. Og ég verð að taka undir með forseta Íslands að það er auðvitað eiginlega óþolandi að stjórnmálin skuli ekki valda þessu verkefni. Hér eru komin 3 ákvæði sem eru ný í stjórnarskránni, hefur skort á í stjórnarskránni sem að stjórnmálaflokkarnir hafa þó komið saman núna eftir allt sem á undan er gengið, eftir stjórnlagaráð, eftir þau miklu læti sem voru hér á þinginu undir lok síðasta kjörtímabils. Þessi ákvæði sem eru hér lögð til ný í stjórnarskrána, þau hafa ekki komið fram í gegnum stjórnmálinu, í gegnum Alþingi fyrr en núna. Það lýsir vissulega mikilli tregðu stjórnmálanna til þess að endurskoða stjórnarskrána á eðlilegan máta og ég er ekki fara fram á að hún sé sett á hvolf eða að henni sé gjörbreytt. Það gerist almennt ekki nema eftir byltingar eða stórkostlegar breytingar í löndum sem eru kannski að fara úr einveldi, einræði eða ógnarstjórnum yfir í lýðræði eða eitthvað í þeim dúr. En sjálfsagðar breytingar og endurskoðun á stjórnarskrá eins og endurspeglast að mörgu leyti í svo ljómandi góðum tillögum stjórnlagaráðs sem að hlutu líka fylgi 2/3 þeirra sem að tóku þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012, að þær eru ekki róttækar eða óhugsandi, þvert á móti þá eru þær velhugsandi, vel hugsanlegar, það er mikið kallað eftir þeim og það að stjórnmálin geti ekki orkað að
koma þeirri vinnu áfram ámælisvert fyrir stjórnmálin og ég nú sá bjartsýnismaður að ég segi batnandi mönnum best að lifa. Ég hef ennþá þá trú á að Alþingi sem samanstendur af fulltrúum almennings geti hysjað upp sig brækurnar í vinnubrögðum og valdi þessu verkefni. Ég vil ekki taka það úr höndunum á Alþingi bara vegna þess að Alþingi sé eitthvað ömurlegt eða ekki starfi sínu vaxið. Ég held að við getum vaxið upp í þessi störf. En það augljóst að við þurfum að gera betur og aðkoma almennings með þjóðaratkvæðagreiðslum lykilatriði þarna. Og við búum við það að stjórnarskrá Íslands, sem að vissulega margt ágætt plagg og hefur reynst okkur ágætlega í gegnum áratugina, að í því plaggi ekki gert ráð fyrir, engin möguleiki á þjóðaratkvæðagreiðslum ákvarðanir Alþingis nema þegar að forseti Íslands synjar lögum staðfestingu. Það hefur sýnt sig að það ákveðinn öryggisventill, eins og maður segir, en það setur það vald algjörlega í hendurnar á einum manni og hleypir almenningi ekki að. Hér þó tillaga, þó svo að menn séu ósammála það hvað þröskuldarnir séu háir í henni, að hér þó komið fram tillaga það að gera almenningi kleift að krefjast, fara fram á og knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu mál. Það eitt risastórt skref fram á við. Það að slík heimild verði í stjórnarskrá Íslands, að slíkt fordæmi verði í stjórnarskrá Íslands mjög mikils virði. Og síðan segi ég, þegar við fáum inn ákvæði sem við höfum ekki séð áður, að ef að það reynist ekki nógu gott, ef að það reynist ómögulegt vegna hárra þröskulda, ef að, sem að ég vil nú reyndar meina, að það vanti í það möguleiki almennings á að knýja á að setja mál á dagskrá, til dæmis, ef að það kemur í ljós að gallar á þessu ákvæði, þá ætti okkur að vera í lófa lagið að lagfæra þau og færa það til betri vegar. En eitthvað úr engu hlýtur að vera jákvætt skref. Nú síðan vil ég segja að við í Bjartri framtíð studdum skipun stjórnarskrárnefndar og þessa vinnu, þetta ferli, ekki vegna þess að það væri eftir okkar draumum, heldur vegna þess að okkur fannst mjög mikilvægt að endurskoðunarferlið sem að hófst 2009 og speglaðist svo ágætlega í störfum stjórnlagaráðs og þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. Þrátt fyrir að það ferli hefði, eins og sumir hafa orðað það, lent út í skurði, að þá var mjög mikilvægt að það yrði ekki slegið af, að það yrði einhvers konar framhald á, þó svo að það væri í þessari takmörkuðu og hægu mynd. Við höfum stutt þetta ferli núna öll þessi 3 ár og í gegnum þessa 50 misárangursríku og að mér skilst mjög misskemmtilegu fundi nefndarinnar. En niðurstaðan var þó að nefndin varð sammála að skila þessum tillögum til forsætisráðherra og það þó skref fram á við. En ég vil halda því til haga hérna í lok ræðu minnar að þó svo að þessi 3 ákvæði séu mikilvæg, þau séu ný og þau séu mikilvæg viðbót þó þau séu kannski ekki fullkomnin og við vitum það að stjórnarskrá lifandi plagg þó svo að hennar líf færist og breytist kannski hægar heldur en annarra laga. Þannig að hlutir munu þróast áfram. En það eru mjög mikilvæg atriði sem ekki tekið á hér, sem ekki náði samstaða að skoða strax, sem að ég vil leggja mikla áherslu á að mega ekki bíða önnur 20-30 ár eða eitthvað áður en við förum að ræða endurskoðaðar stjórnarskrár. Það að jafna vægi atkvæða landsmanna þannig að allir landsmenn hafi jafnt vægi þegar að kosið til þings eins og þegar að kosið til forseta Íslands. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að þjóðaratkvæðisákvæði sé útfært þannig að almenningur fái
sem sagt möguleika til þess að hafa frumkvæði að því að setja mál á dagskrá með fullri virðingu fyrir okkur í pólitíkinni. Ég tel að það sé mjög mikilvægt breytingarákvæðið sem að stjórnlagaráð leggur til, þar að segja að hægt sé að breyta stjórnarskrá með samþykkt Alþingis og vísan síðan beint í þjóðaratkvæðagreiðslu en ekki þurfa að bíða eftir kosningum á milli. Og heimild til afsals valdaheimilda er mikilvægt, þarf að fást botn í. Við finnum það gagnvart EES að Norðmenn sem að þó hafa mjög flókið ferli til þess, þeir hafa það þó en við höfum ekki neitt. Og síðan er mikilvægt að skýra ákvæði forseta Íslands. Ég vil bara halda þessu til haga við þetta tækifæri og að þó svo að við séum vissulega lögð af stað, þá er svo langt frá því að við ljúkum ferðinni hérna og það er margt eftir sem við þurfum að skoða. En það sem að hér er þó framkomið að það er skref í rétta átt. Ég hef lokið máli mínu. Birgitta Jónsdóttir, 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur nú til máls. Forseti, áttum ekki alveg á þessum tíma hér í borðinu. Já, forseti getur upplýst að það er skipt hér upp þeim tíma sem að... Við erum með 23 mínútur og þess vegna meikar engan sens að ég sé bara með 8 mínútur. Skýring á því? Ég myndi bara hafa engan tíma, ég veit ég með 23 og við heldur skiptum þessu milli okkar. Takk fyrir. Forseti, ég hóf upphaflega afskipti af stjórnmálum út af því að það var gríðarlega sterk krafa út í samfélaginu í kjölfar hrunsins að almenningur, fólkið, ætti að fá að búa til stjórnarskrá fólksins fyrir fólkið í landinu. Alþingi hefur verið með stjórnarskrána, þessi drög á stjórnarskrá sem við fengum að gjöf frá danska konungnum þegar við fengum okkar sjálfstæði. Fyrir 70 árum voru þetta drög. Í dag er þetta drög. Alþingi hefur reynt í meira en 70 ár að búa til heildstæða stjórnarskrá, samfélagssáttmála fólksins, en við erum að horfa upp á í dag niðurstöðu þessara ágætu nefndar sem er skilað hér inn sem þingmannafrumvarpi frá forsætisráðherra sem hann einn er á. Hann er eini aðilinn sem er með nafn á þessu frumvarpi og eftir 50 fundi stjórnarskrárnefndar þá er afraksturinn hér. 3 greinar saman í skjali. 3 greinar saman í skjali sem er veruleg útþynning á því sem að þjóðin sagði að hún vildi sem drög að nýrri stjórnarskrá. Þjóðin fékk að segja hvað hún vildi. Alþingi hélt þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2011, 20. október, og Alþingi þá hafði ekki dug eða getu til þess að viðurkenna þá þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er einhver mesta hneisa í okkar sögu, í sögu lýðveldisins Íslands, að sú ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla hefur verið hunsuð. Og hvað fáum við í staðinn? Þingmannafrumvarp á síðustu dögum Alþingis. Þetta er hneisa, forseti. Þetta er lítilsvirðing við vilja þjóðarinnar. Þetta er algjör og fullkomin hneisa. Mér er fullkomlega misboðið að þetta sé lagt hér fyrir okkur á síðustu dögum þingsins. Það tókst ekki betur en svo að ná sameiginlegum millileik með þessar tillögur en að hæstv. Forsætisráðherra er einvörðungu aleinn með þetta frumvarp. En það sýnir okkur kannski svo ákaflega skýrt að Alþingi er ekki fært að vinna
stjórnarskrárbreytingar á heildrænan hátt. Út af því að Alþingi, við erum vön því að togast á mikla hagsmuni, en það sem tókst vel til þegar að stjórnarskrá fólksins, nýja stjórnarskráin var gerð, það tókst vel til út af því að það var gott samráð. Allir höfðu færi á að koma með tillögur að breytingum. Það skipti ekki máli hvort það voru löglærðir eða fólk sem að hefur látið sig ýmis samfélagsmál varða. Það var hlustað og það það sem þessi nefnd gerði ekki. Þessi nefnd vann fyrir luktum dyrum. Og síðan þegar loksins fékkst í gegn, það var töluverð barátta, skal ég segja ykkur, háttvirtu þingmenn. Það var töluverð mikið barátta sem að þurfti að heyja til þess að nefndin myndi alveg örugglega senda út sína tillögur út til umsagnar. Nú síðan sendur hún tillögurnar út til umsagnar eftir þessa 50 fundi sína og hún hunsar þær. Það ekki tekið neitt tillit til þeirra umsagna sem að koma til nefndarinnar. Það með ólíkindum. Það með ólíkindum að bjóða okkur upp á þetta hérna, á þinginu, á síðustu dögum þingsins. En sýnir okkur, eins og ég sagði áðan, forseti, að það þarf að finna einhverja aðra leið til þess að við getum fengið okkar samfélagssáttmála, að við getum fengið heildræna sýn, stjórnarskrá á mannamáli sem að allir skilja. Þetta ekki leiðin, það verður svo að segjast. Þannig að það hlýtur að vera þannig að þegar við horfum á þessar tillögur, mikið óskaplega hefði ég viljað að við hefðum geta tekið hér ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslur og gert það að lögum. Mikið rosalega hefði það verið frábær leið fyrir þetta þing að sýna að það taki hlutverk sitt alvarlega. Að sýna að það treysti þjóðinni til þess að hafa bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur án þess að setja upp þannig þröskulda að Feneyjanefndin segir að það séu ólýðræðislegar. Og þegar ég að tala um þröskulda, þá ég að tala um þá þröskulda sem að stjórnlaganefndin ákvað að setja, stjórnlaganefnd forsætisráðherra. Þröskuldurinn það að ef að mál knúið fram í þjóðaratkvæðagreiðslu að þá mjög stórum liðum kippt út. Þú getur ekki knúið ákveðna liði fram eða ákveðin frumvörp fram í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ef að þér tekst að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu einhverjum hópum í íslensku samfélagi, almenningi, að þá settur þannig þröskuldur að það ekki ólíklegt að erfitt væri að fá málið samþykkt eða synjað. Ég mjög hugsi yfir þessu og ég mjög döpur yfir þessa niðurstöðu út af því að þrátt fyrir að það hafi verið settur gríðarlega stór þröskuldur á það að samþykkja þessar tillögur eða synja, að það var ákveðið lag og það var tækifæri og það hefði verið tækifæri að breyta stjórnarskránni, því að við skulum ekki gleyma því að langstærsta málamiðlun sem hefur nokkurn tímann átt sér stað varðandi stjórnarskrá átti sér stað eftir hrun. Það voru þessir aðilar sem voru í stjórnlagaráði sem svo sannarlega voru ekki einsleitir. Svo sannarlega var farið í miklar málamiðlanir þar. En það tókst. Það tókst og það tókst líka að hafa allt starfið opið. Þannig að ég tel að það sé mjög brýnt, forseti, að við höldum nýju stjórnarskránni lifandi, setjum hana í ferli þannig að almenningur sé svo sannarlega út allt land með í samræðinu af hverju við þurfum þessar breytingar. Margir segja að við þurfum ekki að breyta mannréttindakaflanum, það algjör óþarfi. Það nýbúið að því fyrir 13 árum eða eitthvað slíkt. En þegar við erum að hugsa stjórnarskrána, að þá erum við að hugsa það var það sem kallað var eftir, það var það sem fólki talaði það var að tala það að það vildi fá samfélagssáttmála. Samfélagssáttmála það hvernig við endurspeglumst í okkar æðstu lögum sem þjóð. Og það sem við höfum hér í höndunum ekki endurspeglun af því og við munum aldrei ná því að fá heildræna stjórnarskrá ef við ætlum að vinna þetta svona. Aldrei.
Og það er dapurlegt. Ef það eru skilaboðin sem við erum hér að fá frá Sjálfstæðisflokknum og frá Framsóknarflokknum, að þeir hafa ekki dugað sér eða hugrekki til þess að verða við mjög skýrri kröfu og ósk frá almenningi í landinu. Það var ömurlegt að fylgjast með stjórnarandstöðuflokkunum tveimur, því að svo sannarlega var ég jafnframt í stjórnarandstöðuflokki líka. Það var ömurlegt að fylgjast með Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum, hvernig þeir höguðu sér undir lok síðasta þings, síðasta kjörtímabils réttara sagt. Það er aðeins öðruvísi árferði núna. Það er aðeins öðruvísi stemning hér í þingsalnum núna en þegar var farið með alveg ótrúlegri óbilgirni, ótrúlega svívirlegum aðferðum af þessum flokkum sem nú eru í ríkisstjórn. Það var svívirlegt að horfa á þetta. Og jú, hv. þingmaður Birgir Ármannsson glottir hér. Hann var nú einn af þeim sem stóð fremstur í flokki við að stöðva nýja stjórnarskrá fólksins, sem að stjórnlagaráð farið hér inn í þing og við kláruðum. Þetta var hér til umfjöllunar á þinginu í heilt ár. Það var brugðist við ábendingum, bæði frá hinu akademíska samfélagi, lögfræðingunum, Feneyjanefndinni og fjöldamörgum öðrum. Það var hlustað. En Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn vildu ekki hlusta. Þeir ætluðu bara að stoppa þetta alveg sama hvað. Alveg eins og þeir stoppuðu þessa tillögu núna og eyðilögðu þær. Þetta mun auðvitað bara lenda í ruslakistu fortíðarinnar því miður, út af því ég veit að margir þingmenn sem voru í þessari nefnd vildu svo sannarlega leggja sitt af mörkum. 50 fundir, forseti, 50 fundir. En fyrst að hv. þingmaður Birgir Ármannsson talaði að Sjálfstæðisflokkurinn væri nú ekki hlynntur róttækum breytingum á stjórnarskrá, þá væri nú afskaplega gaman og gott og gagnlegt að heyra hvaða róttæku breytingar það eru. Hvaða róttæku breytingar óttar Sjálfstæðisflokkurinn? Hvaða róttæku breytingar eru í þessari nýju stjórnarskrá? Ég átta mig ekki á því hvað það er. Ef ég hefði fengið að skrifa hana einhendis, þá var hún svo sannarlega miklu róttækari, eða yfir höfuð róttæk, því hún er ekki róttæk. Nei, það má kannski segja það að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ástundað róttæka íhaldssemi með að tryggja það að hér verði ekki alvöru stjórnarskrárbreytingar í 70 ár. Að við fáum ekki nýja stjórnarskrá í 70 ár, heldur bútasaum. Við náðum því, merkilegt nokk, með því að hafa þetta fyrir utan þennan þingsal, með því að hafa þetta fyrir utan þingmenn, þá náðum við merkilegri sátt. Og ef við hefðum getað haldið áfram með þann sáttatón sem var sleginn hér inni í þingi, þá værum við á öðrum stað í dag. Þá hefði ekki verið hægt að sniðganga Alþingi eins og gert hefur verið ítrekað á þessu þingi. Alþingi var sniðgengið á svívirlegan hátt þegar að þáverandi utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson ákvað að gefast upp á því að reyna að ná því að breyta þingsályktun hér inn á þingi og hann dreif sig bara aleinn og óstuddur út í Brussel og sniðgekk þingið og hætti aðildarviðræðum þrátt fyrir að hér sé ennþá virk þingsályktun. Þingsályktun er ennþá virk, þannig að þetta er svo ruglingslegt fyrir fólk, hvort sem að það eru fólk sem vill ekki vera í aðildarviðræðum eða vill vera í aðildarviðræðum eða fólkið út í Brussel sem við vorum í aðildarviðræðum við, það veit enginn hvað er að, hvað er í gangi. Hvort að við séum ennþá í aðildarviðræðum eða ekki, hvort það sé hlé og svona stjórnsýsla. Ég hef nú haldið það að Sjálfstæðisflokkurinn væri nú ekki hlynntur svona stjórnsýslu því að þetta skapar óvissu, þetta er svo sannarlega engin stöðugleiki í svona framferði og þvílíkt virðingarleysi gagnvart Alþingi. Var ekki nóg virðingarleysi þegar í eina tíð 2 ráðherrar ákveða að sniðganga Alþingi fullkomlega og gerast aðilar að innrásarstríði. Var það ekki nógu sterk lexía eða er fólki alveg skítsama það, hv. forseti? Nei, við skulum hafa það í huga að það hefur farið fram málamiðlun. Málamiðlun hefur átt sér stað og þess vegna hef ég og Píratar og hreyfingin sem ég tilheyrði áður alltaf sagt og okkur ber að fylgja þessari málamiðlun eins ítarlega og mögulegt er. Okkur ber að gera það. Því að það er bara þannig
að öll okkar sem hér erum viljum hafa þetta á einhvern annan veg. Við viljum aðeins breyta. Og ef allir ætla aðeins að breyta, þá verður engin ný stjórnarskrá. Það er löngu tímabært að Alþingi átti sig á því og þeir sem vilja vera hér að störfum, að þeir átti sig á því að það er þjóðin sem á að setja sér sín æðstu lög. Þess vegna tel ég mjög brýnt að við þingmenn afgreiðum tillögu hér áður en þetta þing klárast sem að tryggir það að þjóðaratkvæðagreiðslur verði bindandi án slíkra hafta sem eru sett á þessar tillögur frá tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef það er ekki hægt að þá tel ég að það sé mjög brýnt. Ef það er ekki hægt að samþykkja upprunalegu tillöguna frá stjórnlagaráðinu, að þá tel ég að sé mjög brýnt að Alþingi viðurkenni að það er ekki fært að klára málið eins og það er og við setjum þetta, einhendum okkur í það ferli að setja þetta aftur í hendurnar á þjóðinni. Forseti vill taka fram vegna athugasemda hv. þingmanns ræðutíma hér áðan að forseti hafði þær upplýsingar að 3 hv. þingmenn Pírata myndu skipta með sér jafnt þeim 23 mínútum sem að Píratar höfðu til umráða og hafði ekki vitneskju að sú tilhögun hefði breyst. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Við ræðum hér frumvarp til stjórnskipunarlaga breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, númer 33 frá 1944, með síðari breytingum, umhverfisvernd, náttúruauðlindir og þjóðaratkvæðagreiðslur. Hæstv. forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson flutningsmaður málsins og hafði hér greinargóða framsögu það og fór vel yfir forsendur þess, aðdraganda og skipan og vinnu stjórnarskrárnefndar. Ég mun fyrir mitt leyti hér, virðulegi forseti, ræða frumvarpið eins og það kemur fyrir og út frá þeirri afmörkun að hér sé varfærna nálgun að ræða og að mikil og breið samstaða hafi náðst málið. Ég hef þó hlýtt hér á ræður hv. þingmanna, margir hverjir sem sæti áttu í stjórnarskrárnefnd, og það kemur augljóslega fram í máli hv. þingmanna að hér kannski í besta falli verið málamiðlanir að ræða og ýmislegt sem hefur verið rætt sem þá kemur ekki fram í þessu frumvarpi. En í áfangaskýrslu stjórnarskrárnefndarinnar frá júní 2014 þá náðist samstaða í nefndinni á þeim tímapunkti breytingar sem snúa að 4 málefnum og sem þannig yrðu sett í forgang og sneru að framsali valdheimilda umfram þau önnur atriði sem fram koma hér í frumvarpinu þjóðaratkvæðagreiðslur á grundvelli undirskrifta almennra kjósenda, umhverfisvernd og þjóðareign á náttúruauðlindum. En á endanum þá náðist ekki sátt framsalsákvæði og því hér í þessu frumvarpi einvörðungu að finna breytingarnar sem snúa að þessum 3 atkvæðum. Kannski það synd að hér ekki að finna tillögur sem snúa að framsali valdheimilda í þágu alþjóðasamvinnu og ég ætla að leyfa mér hér, virðulegi forseti, að nefna þá tillögu sem nú liggur fyrir þinginu varðandi EES-samninginn og fjallar að innleiða í íslenskan rétt breytingar á samningnum sem snýr að fjármálaeftirliti á vettvangi Evrópusambandsins og felur í sér stjórnskipuleg álitaefni vegna framsals valdheimilda til evrópskra eftirlitsstofnana. Það mál til umfjöllunar í hv. utanríkismálanefnd og var jafnframt sent til hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar til umfjöllunar og álits á þessum stjórnskipulegu álitaefnum. Ég ætla ekki að kveða neitt upp það hér, enda ekki til staðar í því frumvarpi sem við ræðum. En þau 3 atriði sem sátt náðist í nefndinni og koma fram í frumvarpinu og eru í samræmi við það sem kom fram í febrúar fyrr á þessu ári, en þó með bókunum til þess að halda til haga sérstökum sjónarmiðum
sem einstaka nefndarmenn vildu halda til haga. Því hér að ræða eitt frumvarp en ekki 3 eins og lagt var upp með og þar sem forsendur fyrir því að nýta 1. málsgrein 79. greinar stjórnarskrárinnar og þá jafnframt gert ráð fyrir því að breytingarnar sem lagðar eru til nái fram að ganga eftir hefðbundnum farvegi tveggja þinga. Þannig með samþykki þessa þings og alþingiskosningum í milli og samþykki nýkjörins þings. Ég ætla nú hér, virðulegi forseti, aðeins að fara yfir þessi 3 atriði eins og þau koma efnislega fram í frumvarpinu. Umhverfisvernd hefur á liðnum árum fengið aukið vægi í hugum fólks og vitund mikilvægi þess að vernda umhverfi og náttúru. Og auðvitað þarf að treysta á ábyrga hegðun og umgengni við náttúru og umhverfi, en það með það eins og annað að löggjöfin þarf að fylgja og gefa fordæmi og formgera ábyrgð okkar. Og umgengni gagnvart umhverfinu þannig að heilnæmi lífsgæði séu tryggð og ekki bara núlifandi kynslóðum heldur afkomendum, þannig að varðveitist inn í framtíðina. Þessi sjónarmið hafa verið að speglast í alþjóðaumhverfinu og sáttmálum á því sviði sem við höfum verið aðilar að og gerst aðilar að. Þessi vilji hefur og komið skýrt fram, ekki bara í opinberri umræðu heldur umfjöllun og vinnu undangengin ára varðandi stjórnarskrána. Ég fagna því, virðulegi forseti, að sátt og samstaða sé að raungera þessi gildi í íslenskri réttarframkvæmd og þann vilja að tryggja hér gæði og heilnæmi umhverfisins. Og mér finnst ágætt að skoða þetta út frá þeim markmiðum sem koma fram í greinargerð frumvarpsins og komu jafnframt fram í áfangaskýrslu stjórnarskrárnefndarinnar og greint frá hér á blaðsíðu 5 í frumvarpinu. Þar eru settir fram helstu valkostir í spurningaformi hvernig ætti best að ná fram þeim markmiðum sem að stefnt. Í fyrsta lagi að ræða ákvæði umhverfisvernd að kveða á skyldu almannavaldsins til að tryggja hagsmuni sem tengjast umhverfi eða fela í sér rétt borgaranna til heilnæms umhverfis. Tillagan í frumvarpinu felur í raun í sér að hvort tveggja gert. Í öðru lagi á slíkt ákvæði að kveða á almannarétt, það meginreglu, rétt manna til frjálsrar farar óbyggt land og jafnvel dvalar skamman tíma. Í frumvarpinu að finna slíkt ákvæði en jafnframt áréttað að ganga skuli vel náttúruna og virða hagsmuni landeigenda og annarra rétthafa. Og þá í þriðja lagi spurt hvort að slíkt ákvæði eigi að kveða á rétt borgaranna til aðgangs að upplýsingum umhverfismál og þátttöku í ákvörðunum þau. Frumvarpið felur þetta í sér og því svarað játandi að hvort slíkt ákvæði í fjórða lagi að fjalla sjálfbærni, vernd, fjölbreytni lands og lífríkis og varúðarreglur. Hér að ræða afmarkandi nálgun og flókið og viðamikið verkefni en felur í sér þau grunngildi, verndun, ábyrgð, meginsjónarmið og inntak leið og við skoðum það í samhengi við gæði, réttindi og almannaheill. Vernd náttúru og umhverfis hefur fengið aukið vægi og athygli í okkar þjóðfélagi og alþjóðavísu og ég get tekið heils hugar undir og tel því mikilvægt, virðulegi forseti, að við náum að tryggja breytingar í þessa veru. Auðvitað ekki síst sú hugsun sem birtist í sjálfbærnihugtakinu að allar ákvarðanir vernd og leið nýtingu náttúrunnar feli í sér langtímahugsun til verndar náttúrunni þannig að til dæmis endurnýjanlegar auðlindir fái rúm og tíma til að endurnýja sig og náttúran þannig meðal annars þróast á sínum eigin forsendum til nýtingar komandi kynslóða. Hér verið að skerpa ekki bara á virðingu, almennu viðhorf og umgengni við náttúruna heldur og stefnumörkun og túlkun laga. Með frumvarpi þessu jafnframt lagt til að almannarétturinn verði stjórnarskrár varinn. Og hér kannski markverðast, virðulegi forseti, að horft sé til almannaréttarins sem hluta félagslegrar náttúruverndar. Það allir eigi að geta notið náttúru landsins. Réttinum fylgir sú skylda að ganga vel náttúruna og gæta ýtrustu varúðar þannig að náttúran spillist ekki og sýna landeigenda og öðrum rétthöfum fulla tillitssemi og virða hagsmuni þeirra. Í lögunum einnig að finna ákvæði sem takmarka almannaréttinn en hafa að geyma heimildir til að takmarka hann.
ýmist vegna hagsmuna landeigenda eða vegna náttúruverndar. Auðvitað hér að ræða flókið samspil almannaréttarins og einkaréttarlegra hagsmuna, beinan eða óbeinan eignarrétt, og ætla ég ekki út í lagalegar vangaveltur hér, en veit, virðulegi forseti, að nefndin vann gríðarlega góða vinnu og vandaða þegar kemur að úrlausn álitaefna sem snúa að þessum málum. Þá það og viðurkennt hér að umhverfisgæði og náttúruvernd eru nátengd mannréttindum og mikilvægi upplýsingagjafar og möguleika almennings til þátttöku í ákvörðunartöku eigið umhverfi. Og það mikilvægt að viðurkenna. Hér í greinargerð með frumvarpinu á blaðsíðu 10–11 kemur þetta mjög glögglega fram og margt fleira sem snýr að málefnum náttúru og umhverfisverndar og mat á áhrifum þess útlistuð. Ég læt hér staðar numið varðandi þetta málefni og ætla nú að víkja að öðrum málefnum þessa frumvarp sem fjallar annars vegar náttúruauðlindir og hins vegar þjóðaratkvæðagreiðslur, en forsaga náttúruauðlindaákvæðis í stjórnarskrá löng og það rakið hér í greinargerð og allt aftur til ársins 1962 og það blasir við þar sem við erum rík af slíkum auðlindum og byggjum okkar efnahags- og atvinnulíf á að mikilvægt að tryggja slíkt ákvæði í stjórnarskrá. Og þar sem skýrt kveðið á fyrirkomulag og stjórnun þeirra og í þjóðaratkvæðagreiðslu hefur, eins og fram hefur komið hér fyrr í dag, þá hefur í þjóðaratkvæðagreiðslu komið fram skýr vilji meirihluta þjóðarinnar í þessa veru. Hér hefur verið lagt til grundvallar að markmið auðlindaákvæðisins yrði að setja löggjafanum skýr mörk varðandi nýtingu og ráðstöfun á náttúruauðlindum og réttindum til þeirra. Lögð skyldi áhersla á að sjálfbær nýting yrði lögð til grundvallar, að gjaldtaka yrði meginreglan, að sala eða varanlegt framsal náttúruauðlinda yrði óheimil og að nýtingarheimildir gætu ekki leitt til eignarréttar eða óafturkallanlegs forræðis yfir þeim. Í áfangaskýrslu stjórnarskrárnefndarinnar eru tilgreindir valkostir við útfærslu ákvæðis auðlindir og sett fram, virðulegi forseti, með svipuðum hætti og ég fór hér yfir varðandi umhverfisvernd og ég ætla að fara hér yfir. Með leyfi forseta, þá þetta sett fram þannig og spurt hvernig á að afmarka hugtakið þjóðareign, á að miða það við eignarrétt ríkisins eða vísa til sameiginlegra hagsmuna þjóðarinnar, án þess að með því sé átt við eignarrétt í lagalegum skilningi. Í frumvarpinu lagt til að þjóðareignarhugtakið sé notað í lagalegri merkingu varðandi tilteknar sameiginlegar auðlindir. Jafnframt sé kveðið á að auðlindir almennt í náttúru Íslands tilheyri þjóðinni, sem þá fremur stefnuyfirlýsing án ákvæðis lagalegs inntaks. Í öðru lagi á ákvæði auðlindir að ná til allra auðlinda eða einungis þeirra sem ekki eru í einkaeigu. Í frumvarpinu eru ákvæði sem ná til allra auðlinda og segir þar að þær beri að nýta á sjálfbæran hátt og til hagsbóta landsmönnum öllum. Meginefni ákvæðisins lýtur hins vegar að sameiginlegum auðlindum. Og í þriðja lagi hvort að í slíkri stjórnarskrá eigi að veita löggjafanum ríkara svigrúm til breytinga á auðlindastýringu þannig að úthlutunarheimildir kunni að verða skertar. Í frumvarpinu gengið eins langt og talið unnt við að hnykkja á svigrúmi löggjafans varðandi auðlindastýringu og komið í veg fyrir væntingar að afnotaheimildir sem ríkið veitir einkaaðilum leiði til varanlegra eignaheimilda. Það leiðir hins vegar ekki sjálfkrafa til breytinga á gildandi nýtingarheimildum, enda verður það verkefni löggjafans og stjórnvalda að úthluta þeim og endurnýja innan ramma nýs ákvæðis. Hér að mínu mati, virðulegi forseti, tekið á þeim álitaefnum sem eins og ég sagði og hefur verið tekist á langa hríð og verður eflaust áfram, en kannski þess vegna mikilvægt að taka á í stjórnarskrá og með þeim breytingum sem hér eru lagðar til. Hugtakið vítt og viðfangsefni því hvorki einfalt né einhlítt. Verði þetta frumvarp að lögum þá mun þurfa að yfirfara lagabálka sem lúta að auðlindanýtingu og tekið fram í greinargerð og skýrt með lögfestingu þessa frumvarps að varanlegt framsal auðlinda og landsréttinda í þjóðareigu verður bannað.
Gjaldtökuákvæði og forsendur og fyrirkomulag gjaldtöku verður skýrara en eftir sem áður með rökum í höndum löggjafans að setja skýrar reglur gjaldtöku. Ég fer þannig hér yfir þetta, virðulegi forseti, vegna þess að ég tel afar brýnt að við náum hér samstöðu þessi ákvæði og framgangi. Í ljósi þess að tíminn hér í þessari umræðu takmarkaður ætla ég að láta hér nægja varðandi lokamálefnið þjóðaratkvæðagreiðslur sem þó ég ber fulla virðingu fyrir og vona innilega að við náum hér árangri með því að klára þetta frumvarp eins og það kemur fyrir, enda var mikið það deilt eins og fram hefur komið í máli hv. þingmanna sem margir hverjir áttu sæti í nefndinni þessi atriði, að þá hefur komið fram skýr vilji þjóðarinnar til að gera breytingar í þessa veru og ég get þá vitnað til atkvæðagreiðslunnar aftur frá 2012. Þannig markmið nýs ákvæðis þjóðaratkvæðagreiðslur að undirstrika það að allt ríkisvald kemur frá þjóðinni, að móta farveg fyrir kjósendur að koma beint að ákvörðunum mikilvæg mál og geta því knúið fram þjóðaratkvæðagreiðslur. Útfærslan verður alltaf vandmeðfarin og fjölbreyttar leiðir hægt að fara. Ég vísa enn og aftur til greinargerðar í frumvarpinu, virðulegi forseti, sem ég tel vandað og útskýra þetta mjög vel og draga fram mjög góða vinnu að ég met stjórnarskrárnefndarinnar, en yfir þetta mjög vel farið hér á blaðsíðu 30 í frumvarpinu. Hvað var haft að leiðarljósi í störfum nefndarinnar. En það í raun bagalegt, virðulegi forseti, og tek undir með sem fram hefur komið í máli hv. þingmanna sem á undan mér hafa talað, að hafa ekki náð þessu máli hér inn í þingið fyrr. Í ljósi þess að tíminn til kosninga naumur en mikilvægt engu að síður að ná því inn áður en þessu kjörtímabili lokið. Og ég ítreka það hér að ég fagna þessu frumvarpi og þeirri samstöðu sem þó myndaðist þessi mikilvægu málefni til breytinga á okkar stjórnarskrá. Hæstv. forsætisráðherra sagði hér í sinni framsögu að nefndin hafi forgangsraðað þeim ákvæðum sem hægt væri að ná sátt og samstöðu Það að mínu viti styrkir þetta mál og sú góða vinna sem nefndin hefur innt af hendi í þessu ferli og byggir auðvitað á vinnu sem hefur farið fram varðandi stjórnarskrármál þar á undan. En það segi ég út frá þessu frumvarpi eins og það birtist mér í fyrstu umræðu fremur en það sem ekki kemur fram í þessu frumvarpi. Ég leyfi mér að vera bjartsýnn, virðulegi forseti, á að efni þessa frumvarps hljóti hljómgrunn og þó að eflaust gæti eða mætti ýmislegt annað koma fram að þá legg ég ekki mat á það hér að sinni. Hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason tekur nú til máls. Virðulegi forseti, í því frumvarpi sem hér liggur fyrir á hálfu hæstv. Forsætisráðherra lögð fram nokkurs konar niðurstaða, nokkurs konar skilagrein úr þeirri vinnu sem átt hefur sér stað á yfirstandandi kjörtímabili. Hér hefur verið sagt í umræðunni af hálfu hv. þingmanns Birgis Ármannssonar að áhersla á að breyta stjórnarskránni í kjölfar hruns hafi verið umdeilanleg því að stjórnarskráin hafi ekki valdið hruni og í reynd greitt fyrir því að okkur tókst að vinna okkur út úr hruni. Það út af fyrir sig alveg rétt að stjórnarskráin gerði það mögulegt og öfugt við stjórnarskrár margra annarra nágrannaríkja okkar að skipta ríkisstjórn og efna til kosninga strax í kjölfar hruns, að koma fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu umdeildan milliríkjasamning sem er nú ekki mögulegt í stjórnarskrá margra nágrannaríkja okkar og núna aftur að stytta kjörtímabil þegar ríkisstjórn aftur komin í trúverðugleika vanda. Þannig að það má alveg færa rök fyrir því að stjórnarskráin hafi sýnt býsna mikið þamþol og mikinn sveigjanleika og jákvæðan sveigjanleika á þessum umrótstímum. En hitt verður ekki heldur deilt
að það er víðtæk þörf og ákall stjórnarskrárbreytingar. Við höfum frá gildistöku EES-samningsins verið nokkurn veginn sammála það að það þyrfti með einhverjum hætti að koma fyrir heimild til framsals valds til alþjóðastofnana. Við höfum líka í næstum því 20 ár rætt mikilvægi auðlindaákvæðis og þetta verður síðan frekar verið innrammað með þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2012 og það er mikilvægt að virða hann ekki að vettugi, alveg eins og það er rétt að oftúlka ekki heldur hvað spurt var í henni. Það má ekki virða hann að vettugi og það er alveg ljóst eftir hana að það er yfirgnæfandi stuðningur við ákveðin efnisatriði sem er akkúrat til umfjöllunar í þessum tillögum hér, en það er ekki heldur þannig að hún hafi verið eitt allsherjar samþykki við heilli stjórnarskrá, heldur það sem að fólk galt þar jáyrði við var að lagt yrði fyrir Alþingi frumvarp byggt á tillögu stjórnlagaráðs og út af fyrir sig var við það staðið af hálfu síðustu ríkisstjórnar þó svo að það mál dagaði uppi, en ég lít svo á að stjórnmálin séu áfram bundin af því umboði. Bráðabirgðaákvæði sem við stóðum fyrir í lok síðasta kjörtímabils átti að tryggja hægt að halda áfram að vinna með þetta í þessum anda og það út af fyrir sig hefur gengið. Mér finnst mjög ámælisvert tvennt í vinnslu málsins á þessu kjörtímabili. Annars vegar að menn hafi misst af tímafrestunum sem var upphaflegt markmið allra að virða, að hægt vera að koma málinu til þjóðarinnar samhliða forsetakosningunum 2016. Leið og það markmið brást, þá datt allur þrýstingur út úr málinu. Vegna þess að kosturinn við bráðabirgðaákvæðið er að í öllum stjórnarskrárbreytingum hingað til hafa þær snúist nokkurs konar svartapéturs leik í aðdraganda kosninga, vegna þess að það er bara hægt að breyta stjórnarskrá í aðdraganda kosninga. Og ég held að lærdómur okkar af þessari vegferð allri sé að við eigum að búa til nýtt breytingaákvæði sem gerir ávallt mögulegt að breyta stjórnarskrá, hvenær sem er á kjörtímabilinu, því að það eykur greinilega þrýstinginn í vinnunni. Mér finnst líka mjög vont að það sé ekki framsalsákvæði hérna og við erum nú á næstu vikum að fara að taka til meðferðar nýjan samning fjármálaeftirlit við Evrópusambandið þar sem að við afsölum gríðarlegu valdi til eftirlitsstofnunar EFTA sem ég tel að rúmist ekki innan stjórnarskrár eins og hún er í dag. Og ég tel satt að segja að ef að þessi breyting sem við erum að fara að gera á næstu vikum kallar ekki á slíkt framsalsákvæði, þá muni aldrei vera þörf á því. Og þá getum við þess vegna gengið í Evrópusambandið án þess að breyta stjórnarskránni. Það er bara þannig. Ef að það þarf ekki nýtt framsalsákvæði til þess að rúma þessar gríðarlegu breytingar í fjármálaeftirlitinu, þá þarf aldrei að breyta stjórnarskránni. Þá er bara önnur greinin lítil sem einskis virði annað en bara almenn stefnumörkun yfirlýsing. Virðulegi forseti, ég held sem sagt að af því að við höfum svo takmarkaða breytingamöguleika á stjórnarskrám, þá kalli það átómatist á átök. Og þess vegna við tímabundna ákvæði verið gott og þess vegna hef ég verið bara að segja það, miklar áhyggjur af framhaldinu. Ég sé ekki alveg hvernig við ætlum að vinna þetta mál áfram. Ég er sjálfur aðdáandi málamiðlana. Mér finnst efnisákvæðin sem hér er að ræða mjög góð. Ég tel til dæmis að þetta sé langbesta þjóðareignarákvæði sem við höfum séð og það hefur þroskast alltaf betur og betur í meðförum allra sem komið hafa að því og þetta er betra ákvæði heldur en ákvæði stjórnlagaráðs og mun betra heldur en ákvæði sem að þáverandi forsætisráðherra og fjármálaráðherra Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur Sigfússon lögðu fram hér í tíð minnihlutastjórnarinnar rétt fyrir kosningar 2009. Þannig að svona hnikar okkur nú áfram í þessu öllu saman. Þjóðaratkvæðis ákvæðið er líka þannig að það má nú ekki gleyma því þrátt fyrir að menn hafi nú verið að setja eitthvað hornin í þröskulda þar að það mun verða víðtækara þjóðaratkvæðagreiðslu ákvæði en er í nokkru öðru Norðurlanda. Og ég verð nú að segja alveg svo að ég er það mikill þingræðissinni og mér þykir það vænt grundvallar hugmynd norrænnar jafnaðarstefnu sem byggð er á sterkum þingræðisstjórnum að ég hef efasemdir það að kippa í einu vetfangi burt grundvallar ábyrgð þingræðisins og mér finnst ekkert að því að það þurfi 25% atkvæðisbærra manna til að snúa við vilja rétt kjörins Alþingis. Mér finnst þvert á móti það er algjört lágmark því annars bara fer fólk ekki á kjörstað. Akkur á það að fara á kjörstað til að kjósa þing ef bara lítill hluti getur snúið við ákvörðunum þess þings.
Þannig að efnislega finnst mér margt mjög gott í þessu, en vegna þess að það búið að samþykkja umboð í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá mjög erfitt fyrir okkur, fyrst að við mistum af tækifærinu að leggja þetta fyrir samhliða forsetakosningunum, að fara hér núna eftir gömlu aðferðinni að véla þetta mál. Eina ákvæðið sem geti mögulega staðist hvað það varðar þjóðaratkvæðagreiðslu ákvæðið sjálft, vegna þess að þar þingið bara að takmarka sitt eigið vald, afhenda þjóðinni vald sem þingið hefur að öllu leyti í dag. Ég held að það skiptir miklu máli að við finnum einhverjar leiðir til þess að fara að láta umræðu stjórnarskrá virka á Íslandi, öðruvís en bara með hrópunum og annarkvort varðstöðum að gera alls ekki neitt og tefja mál og draga menn á asnaeyrunum, eða með því að segja að menn vilja allt frekar ekkert ef þeir fá ekki allt. Ég held að stjórnmálin í landinu verði að ráða við þetta mál. Og mér finnst engin sérstakur sóma ummælum það að stjórnmálin ráði ekki við eitthvað og það sé einhver stjórnmálastétt sem sé allt öðruvísi og verri heldur en venjulegt fólk. Það nú 30% endurnýjun á þingmönnum í hverjum einustu kosningum, þannig að eitthvað af venjulegu fólki virðist nú skolast hingað inn og verður þetta fólk allt þá óbærileg stjórnmálastétt leið og það hnoðast hingað inn yfir þröskuldin. Svona ummælu þetta bara dæma sig sjálf. Vandinn sem við stöndum fram fyrir svo sami og við stóðum fram fyrir á síðasta kjörtímabili. Við mistum af tækifærinu til þess að breyta stjórnarskránni þannig að hægt væri að fela stjórnlagaráði bindandi ákvarðanir að breyta stjórnarskránni. Og þess vegna vurðu þetta alltaf að verða tillögur stjórnlagaráðs. Og við útfærðum aldrei nákvæmlega hvernig þessu samspili tillagna stjórnlagaráðs og úrvinnslu löggjafans ætti að vera háttað. Vegna þess að alveg sama hvað menn tala að allir aðrir séu miklu betri til þess að koma með tillögur stjórnarskrá, þá verður ekki framhjá því litið að það 2 þing í röð sem stjórnarskrárgjafinn í landinu. Og ef 2 þing í röð samþykki ekki breytingar, þá verða þær ekki veruleika. Alveg sama hvað hverjum finnst. Við gátum ekki útfært þetta á síðasta kjörtímabili og þess vegna rann málið hér út í sandinn. Og ég hef áhyggjur af því á næsta kjörtímabili hvernig menn ætla í sjálfu sér að halda áfram með þetta. Ég sammála því að það þarf að virða þjóðaratkvæðagreiðsluna frá 2012. Ég sammála því að það þarf að virða meginlínurnar það að vinna áfram að heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar á grundvelli tillagna stjórnlagaráðs. En ég spyr hvernig á það að gerast. Það hlýtur auðvitað þurfa að gerast í einhverju samtali við það þing sem hér verður komið. Það lítur út fyrir að helmingur þingmanna á næsta þingi mjög líklega verði nýr. Og erum við að segja sem sagt að þeir þingmenn eigi ekkert að fá að segja það hvernig stjórnarskráin líti út? Auðvitað ekki. Auðvitað munu þeir hafa sína skoðanir á því. Við getum ekkert vita hverjir koma hér inn. Það fólk getur haft alls konar skoðanir á stjórnarskráin. Og það þarf þá líka að finna einhvern farveg fyrir það með hvaða hætti að eiga rökræðu þessar tillögur sem stjórnlagaráð setti fram. Vegna þess að þær voru góðar, þær voru gott innlegg. Síðan liðinn umtalsverður tími. Það verður auðvitað framþróun í þessum efnum eins og öðrum. Og það líka eðlilegt að ólík sjónarmið fá að leikast á. Og mér finnst stundum menn svona í þessari umræðu gleyma því að stærstu sigrarnir í réttindabaráttu undanfarinna áratuga hafa gerst með áfangasigrum. Og menn gleyma því auðvitað að við þurfum í þessu eins og öllu öðru að leiða jafnt saman vísdóm almennings, réttlætistilfinningu þjóðarinnar og ráð fagmanna. Og við komumst aldrei hjá því. Við getum barið okkur á brjóst, öskrað, gargað, gólað og úthrópað hvert annað alveg eins og við viljum. En þannig verður það að vera. Og 2 þing í röð með kosningar á milli munu þurfa að breyta stjórnarskránni. Og við þurfum að finna leið til þess að þeir þingmenn sem setjast hér í stóla eftir kosningar í haust geti komist að þessu máli, unnið áfram til góðs. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti.
Þetta eru búin að vera áhugaverðar umræður hér í dag þetta mjög svo umdeilda mál sem búið er að vera í farvegi ansi hreint lengi og það er kannski fyrst að velta því fyrir sér að hvernig málið til komið hér inn í þingið þar sem forsætisráðherra hæstv. Leggur það fram sem þingmannafrumvarp en ekki sem stjórnarfrumvarp og það svona ýtir undir það að það er ekki það samkomulag efni þess eins og kannski ráðherra vildi vera að láta hér í sinni ræðu og hefur komið og kemur hér fram í þessu frumvarpi. Þannig að þessar þverpólitísku hugmyndir stjórnarskrárinnar sem hann segir að frumvarpið sé efnislega samhljóða í rauninni kannski ekki raunveruleg niðurstaða. Tillögurnar sem settar voru fram af þeirra hálfu var auðvitað í fyrsta lagi í 3 frumvörpum og það hefði verið betra að mínu mati að það hefði komið inn hér með þeim hætti frekar heldur en að koma með þetta hér í einu máli. Það hefði auðveldara líka fyrir kjósendur að taka afstöðu til þeirra í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég held að þetta svona gefur til kynna að ráðherra hafi efasemdir hreinlega bara að málið klárist. Nú eins og hér hefur verið rakið þá er auðvitað búið að vera eiga við þetta mál mjög lengi, alveg til fjölda ára og auðvitað jókst það sérstaklega eftir hrunið þar sem að krafan var það að stjórnarskránni yrði breytt og svona tilfinning margra er að skipulag þings og ákvarðanatöku þess og lagasetningar lægist ekki ef svo má orðið komast af þeirra hálfu sem að telja þessi í miklu ólagi fyrir en að ný stjórnarskrá taki gildi. Það er líka áhugavert svona í samhenginu að velta fyrir sér hvernig þetta er til komið. Það er að segja eins og hér hefur verið talað þegar að stjórnlagaráðið er sett á fót og svo þeir 25 einstaklingar sem enduðu í stjórnlagaráðinu sem tók við stjórnlagaþinginu og þeir sem höfðu áhuga á því að starfa í þessu og gáfu kost á sér, það var mikið ójafnvægi, það voru á 700 manns og þar voru tæplega 400 karlar og 160 konur sem sýndu áhuga og eins og við þekkjum að þá voru einungis 3 fulltrúar af landsbyggðinni sem komust þar á. Það var aðallega fólk sem hafði verið svona þekkt á opinberum vettvangi. Þannig að það er kannski má segja sig ekkert við að athuga en þegar við hugsum bæði kynjaskiptinguna, það er að segja 40% konur og 60% karlar og svo að halda því fram að þetta hafi verið þverskurður af þjóðinni. Mér finnst það svona kannski mér finnst það erfitt að segja að svo hafi verið en það eru auðvitað sjálfsagt skiptar skoðanir á því og mér finnst ástæða til að við svona veltum því fyrir okkur svona í framhaldinu. En hér hefur verið aðeins viðrað hvernig við sjáum fyrir okkur framhaldið. Hér hefur verið rætt þá vinnu sem var mjög mikilvæg og unnin var hérna á síðasta þingi. Það er held ég að sé alveg klárt mál og mér þykir miður einmitt eins og hér kom fram að þegar tímafresturinn til atkvæðagreiðslunnar sem hugur stefndi að færi fram með forsetakosningunum rann út að þá svona datt svolítið botninn úr málinu. Það hefði átt að vera okkur áminning það og eins og kom fram í máli hv. formanns Vinstri grænna að þá hefði verið hægt að ljúka þessu máli, það er að segja af hálfu nefndarinnar mun fyrr ef að fólk hefði haft almennt umboð og hefði haft raunverulegan áhuga á því að koma hlutunum frá sér. En það var rakið hér hversu margar breytingar voru á nefndarfólki og ýmislegt sem tafði vinnuna og annað slíkt sem hér þarf ekki að endurtaka. Og mér þykir í svona stóru máli og ég verð að taka undir það sem hér hefur komið fram að þegar talað að þingið sé ófært að afgreiða eitthvað. Ég get ekki fallist á það að þingið sé ófært það. Það er auðvitað svo eins og hér var sagt, það er bara venjulegt fólk á þingi og hér hefur verið mikil endurnýjun. Það er auðvitað kannski þetta sem mér hefur þótt vera erfitt að það eru alltaf 2 þing sem þurfa að samþykkja. Það á vissulega ekki að vera
kannski ofureinfalt að breyta stjórnarskránni, en það á samt að vera hægt án þess að það taki óralangan tíma. Og ég hugsaði með mér, er það til dæmis vilji eða ósk þjóðarinnar að við getum breytt stjórnarskránni einmitt án þingkosninga? Þurfa þær ekki að eiga sér stað á milli? Getum við búið þetta með einhverjum öðrum hætti? Af því nú komið að þeim tímapunkti þar sem að við þurfum að hugsa hvernig ætlum við að ljúka þessu ferli? Að hverju ætlum við að stefna sameiginlega og hvert eigum við raunin að stefna og hvernig og þróa lýðræðið okkar? Hvernig eigum við að búa það? Ég held að við eigum að byggja á þeim tillögum og allri þeirri vinnu sem fram hefur komið. Ég held að væri skynsamlegt að skipa samt aftur einhvers konar verkefnastjórn með aðkomu þingsins og háskólanna. Nú ég bara að velta fyrir mér upphátt hvernig við gætum gert þetta, því að mér finnst það vera það sem fram undan er. Ekki, við getum haldið áfram að tala hér í þessum ræðustól þessi mál. Ég held að við þurfum að halda einhvers konar þjóðfundi og fara út í kjördæmin og eiga þar svona þjóðfundarsamtal við fólk, ná og leita eftir sjónarmiðum til þess að draga inn í þessa vinnu aftur sem þessi verkefnastjórn með aðkomu þingsins eða eitthvað slíkt myndi reyna að vinna. Allavega þá þurfum við að draga þjóðina betur að þessu aftur áður en að við svo setjum á endanum málið til þjóðarinnar, því það er mín skoðun að það eigi alltaf að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu að lokinni þeirri tillögu sem kemur hér frá þinginu. Ég held að við hljótum flest að vera sammála það. Við getum gert þessa hluti öðru sem við hefum gert með þátttöku almennings og skrifað okkar samfélagssáttmála. Og ég verð að segja líka og taka undir með forseta Íslands þegar hann var settur hér inn í embætti, að þá sagði hann eitthvað í þá veru að við ættum eða málamiðlanir og áfangasigrar væru þess virði að við tækjum þá, að það væri þess virði að við myndum samþykkja einhverja slíkar breytingar. Og ég held að það sé eitt af því sem að við þurfum líka að horfast í augu við. Það þarf ekki að umbylta, í mínum huga þarf ekki að umbylta stjórnarskránni. Það eru hins vegar stórir og mikilvægir kaflar sem við þurfum að taka til gagngerrar endurskoðunar. Hér hefur verið rakin þjóðaratkvæðin og mannréttindin og auðlindirnar og þetta og verður ásteytingarsteinn vegna þess að það eru ólík sjónarmið líka þó við myndum halda þjóðfundi. Þá fengjum við ólíkar hugmyndir en það er okkar að vinna úr þeim. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Valgerður Gunnarsdóttir, tekur til máls. Hæstv. forseti. Já, við ræðum hér frumvarp til stjórnskipunarlaga sem hefur verið unnið að í tæp 3 ár og ég einn af þeim alþingismönnum sem vann að því. Það hafa verið haldnir yfir 50 fundir og mikið rætt og spekulerað og kastað á milli og togast á og ég get ekki tekið undir það að þetta sé það sem einhverjir hv. þingmenn hér á undan mér hafa haldið fram að það sé engin niðurstaða. Ég tel að það sem liggur hér fyrir, þessar 3 greinar, 9 greinar sem við komumst að samkomulagi að þær skipti bara töluvert miklu máli. Og 79. greinin sem fjallar náttúru Íslands og ábyrgð á vernd náttúru og rétti manna til heilnæms umhverfis. Þetta er allt saman mjög mikilvægt í ljósi þess tíma sem við lifum á og það skiptir máli að við verndum okkar náttúru til framtíðar fyrir ungar kynslóðir. Ég kem aftur að því. Síðan inni 80. greinin sem fjallar auðlindir í náttúru Íslands og hvort að þær eigi að tilheyra íslensku þjóðinni og hvernig við eigum að fara með þessar náttúruauðlindir. Og það sem mér hefur kannski fundist bera töluvert á að þegar við erum að tala náttúruauðlindir landsins þá horfa menn fyrst og fremst til
fisksins sem syndir í sjónum. En náttúruauðlindir eru svo miklu meira heldur en fiskurinn í sjónum. Og það eru vatnsréttindi, það er hið hreina og heilnæma loft, það er nýting á gróðri jarðarinnar, sameiginleg nýting og svo framvegis. Og niðurstaðan í því sem við settum hér fram var að jafnaði skyldi taka eðlilegt gjald fyrir heimildir til nýtingar náttúruauðlindar og landsréttinda. Og það er nú bara þannig að ég býst við að þeir sem sögðu á góðri íslensku og með leyfi forseta over my dead body, ég borga aldrei fyrir það að fá að fara íslenska náttúru, að það er auðlind að fá að fara landið okkar fallega og njóta þess. Síðan 3. greinin, 81. grein, að þar er sem sagt ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslu og ég get alveg viðurkennt það að við sem stóðum í þessari vinnu að það voru mjög deildar meiningar hlutfall þess sem gæti kallað eftir hlutfall þess þjóðarinnar sem gæti kallað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ég fyrir mitt leyti taldi að það ætti frekar að vera hærra heldur en lægra, en niðurstaðan varð þrátt fyrir mismunandi meiningar að við teldum að 15% þjóðarinnar gætu kallað eftir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Hins vegar kemur það fram í bókun okkar fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að við teljum að megineinkenni okkar stjórnskipunar sé fulltrúalýðræði og þingræði og það gangi þvert á þessa þætti ef við erum með það opinn möguleika fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu að það sé í rauninni hægt að kalla bara hvenær sem eftir þjóðaratkvæðagreiðslu hvaða mál sem er. Þannig að það er nú svona eitt og annað sem hefur verið rætt, en mig langaði nú, ég ætla ekki að fara að rekja neina sögu hérna, en mig langaði samt til þess að koma aðeins inn á náttúruverndina og umhverfisverndina. Og það er, eins og ég kom hérna aðeins inn á það, þá hafa orðið miklar breytingar á viðhorfum manna til náttúru og umhverfisverndar og menn gera sér sífellt betur grein fyrir því að náttúran okkar er margslungið kerfi sem viðheldur lífi og tryggir þróun þess og þess vegna er lögð æ ríkari áhersla á heildarhugsun og virðingu fyrir þessu samspili. Og það er eitt af því sem okkur ber skylda til. Okkur ber skylda til að vernda náttúruna með tilliti til þess að það eru komandi kynslóðir sem munu erfa landið og þær eiga svo sannarlega rétt af því að þær geti búið hér og í okkar fallega heimi yfir höfuð. En eitt af því sem kemur fram í umhverfisákvæðinu, það er að allir skuli njóta heilnæms umhverfis. Og það er eitt af því sem menn hafa velt fyrir sér hvað þýðir. Og hér í skýringum með þessu frumvarpi með leyfi forseta, þá segir ákvæðinu heilnæmi umhverfis ekki ætlað að veita ríkari vernd en leiða má að grunnreglunni réttinn til lífs. Og 71. grein stjórnarskrárinnar friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu, eins og þær verða settar með hliðsjón af alþjóðaskuldbindingum. Það er auðvitað svo að það er búið að setja ýmsar reglur sem miða að því að tryggja heilnæmt umhverfi, svo sem eins og lög á sviði mengunarvarna, hollustuhætti og mengunarvarnir og meðhöndlun úrgangs og reglur vatnsvernd og skipulagsmál og allt skiptir þetta miklu máli og er hluti af því að við verndum náttúruna okkar. Þannig að ég tel að það sé nú til mikilla bóta að fá fram svona ákvæði. Mig langaði hins vegar aðeins til að koma inn á það sem fram hefur komið hér í umræðunni undan og ég sagði hér áðan, ég get ekki tekið undir það að þessi vinna sé til einskis, svo sannarlega ekki. Það eru áfangasigrar í þessu, eins og hv. þingmaður Árni Páll Árnason sagði hér áðan og ég ætla að leyfa mér að
hælunum fyrir margt af því sem kom fram hjá honum. Mér fannst hann ræða þetta mjög sanngjarnt og skynsamlega og ég vil þakka honum fyrir það. Nú það svo að stjórnarskráin grunnlög fyrir landið og allar breytingar sem verða á stjórnarskrá, að þær hafa það í för með sér að það þarf að fara í alla lagabálka sem tengjast henni og endurskoða það. Og það náttúrulega töluvert mikil vinna að ef við ætlum að birta stjórnarskránni eins og hugmyndir hafa verið og voru á síðasta kjörtímabili, og hér hafa verið höfð orð það að það hafi átt sér stað gamaldags stjórnmál við vinnu á þessari stjórnarskrá og verið vísað í stjórnlagaráð og það hafi náð árangri. Það alveg hárrétt að það náðist margt gott á síðasta kjörtímabili í tillögum stjórnlagaráðs, en það var alls ekkert allt gott þar. Og ég stundum þegar talað að þjóðin hafi viljað, þjóðin hafi samþykkt ákveðnar breytingar, eða þjóðin hafi samþykkt stjórnarskrárbreytingar á síðasta kjörtímabili. Ég fór nú aðeins að skoða þetta sem af því að ég tók þátt í þessari atkvæðagreiðslu á síðasta kjörtímabili, og þegar maður fer ofan í þessar 6 spurningar sem voru lagðar fyrir þjóðina á þeim tíma, 20. október 2012, að fyrsta spurningin sem segir: vilt þú að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá? Það voru á þessum tíma í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, það voru 48% atkvæðisbærra manna á landinu sem tóku þátt í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var undir helmingur þjóðarinnar og það voru 64% af þessum 48% sem sögðu já við þessari spurningu, sem þýðir að það eru tæplega 31% þjóðarinnar sem samþykkja það á þeim tíma að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar að nýrri stjórnarskrá. Og mér finnst mjög hæpið að tala það að þjóðin vilji eins og það sé 100% þjóðarinnar eða 80% þjóðarinnar, og þetta ekki ásættanleg þátttaka í svona mikilvægum kosningum að mínu mati, að það innan við 50% og það eru innan við 31% sem segja já við þessari spurningu. Þannig að mér finnst ágætt að draga þetta fram, því að eitt af því sem hefur verið haldið fram, það að þjóðin með stórum staf hafi viljað. Þjóðin vildi þetta, og ef 31% tæpt þjóðin með stórum staf, þá erum við svo sannarlega komið með minnihlutalýðræði, og það kannski ekki það sem fólk að horfa á. En ég vil líka taka undir það sem hefur komið hér fram þegar hefur verið sagt að Alþingi ráði ekki við þetta verkefni. Það má svo sannarlega tala það að Alþingi, menn hafa misjafnar skoðanir Alþingi, en ég tek bara undir það sem hv. þingmaður Birgir Ármannsson sagði hér áðan. Þegar menn segja svona, þá það kannski að tala að Alþingi hafi ekki samþykkt nákvæmlega það sem viðkomandi hv. þingmaður vildi að gerðist. En ég hins vegar afskaplega ánægð með það að þetta skyldi koma hér fram, og mér finnst það vera áfangasigur fyrir okkur, og ég vil á þessum tímapunkti þakka þeim þingmönnum og þeim fulltrúum frá Framsóknarflokknum sem ekki voru þingmenn sem unnu með okkur þessa vinnu, sem vissulega tók langan tíma og vissulega var velt við ýmsum steinum, en ég tel að það sé líka nauðsynlegt. Og það getur enginn fengið einn fram allt sitt. Við þurfum öll að bakka að einhverju leyti. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Valur Björnsson, tekur til máls. Herra forseti. Enn á ný ræðum við nú blessaða stjórnarskrána hér á Alþingi, og
Það má segja að hún hafi verið rædd dálítið mikið hér á Alþingi í gegnum tíðina og sumir hafa komið inn á það hér að margt hefur gerst hér og hafi verið gerðar 7 breytingar á stjórnarskránni frá lýðveldisstofnun sem svo sem alveg ágætt og vilja meina það og benda á það að Alþingi ráði alveg við það að breyta stjórnarskránni. Hvað varðar þetta frumvarp sem lagt fram hér í dag, þá velti ég nú fyrir mig tímasetningun á því að vera að koma með þetta núna hérna 1. september þegar sér undir að þing sé að ljúka þó svo sem engi geti sagt til það hvenær því lýkur hér í haust. En ég hefði viljað sjá þetta miklu fyrr og þó að þetta eins og hefur komið fram í máli hæstvirts þingmanns Óttar Proppé, formanns Bjartrar framtíðar, þá var þetta kannski ekki endilega óskastaða sem við vildum með þessari nefnd og sem var skipuð og þegar hún var skipuð á sínum tíma þá svona runnu á mann 2 grímur þegar maður sá hver var skipaður formaður hennar. En sá merki maður, Dr. Sigurður Líndal, lagaprófessor, hefur nú bara haldið því fram lengi og alltaf að hann sé á móti öllum breytingum á stjórnarskrá. Og það var dálítið svona skrítið að átta sig á því að hann var þá gerður að formanni þessara nefndar. Það var mjög skrítið og maður fékk maður til að hugsa að enn eitt skiptið eru stjórnarflokkarnir, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur að fara af stað í eitthvað svona leiðangur og meina ekkert með því sem þeir eru að gera. Og ég segi þetta vegna þess að þeir eru að skipa þennan mann sem formann. En svo breyttist það náttúrulega 2014 og hann gaf þann út, Sigurður Líndal þá, að hann hefði enga trú á því að kemur neitt út úr þessari nefnd vegna þess að hann fyndist það að þeir hefði engan áhuga að breyta því. Og það kom náttúrulega fram hérna í máli áðan hv. Þingmanns Birgis Ármannssonar sem hefur nú setið í fleiri en einni og fleiri en 2 stjórnarskrárnefndum að Sjálfstæðisflokkurinn ekkert meðmæltur því að sé verið að breyta stjórnarskránni. Og það hefur svona kannski verið í gegnum tíðina helst þeir sem eru að stoppa alla þessa vinnu við gerð nýrrar stjórnarskrár. En ég ætla nú samt að segja það að mér fannst sú vinna sem var ráðist í á síðasta kjörtímabili við gerð nýrrar stjórnarskrár fyrir okkur Íslendinga verið eitt glæsilegasta framtak sem nokkur ríkisstjórn hefur hrundið af stað. Því að þar kom hún á móts við að vilja almennings sem á fjölmörgum fundum á Austurvelli og víðar krafðist þess að samin yrði ný stjórnarskrá. Ekki einungis kom hún á móts við þær óskir heldur uppfyllti hún óskir og loforð sem hafa verið gefið þjóðinni allt frá því að stjórnarskráin var fyrst samþykkt árið 1944. Eftir því sem ég hef lesið til og heyrt þá var ætíð ljóst að sú stjórnarskrá sem þá var samþykkt átti að vera til bráðabirgða og hefjast átti handa við að smíða nýja við fyrsta tækifæri. Og ég held að þetta sé alveg rétt. Þetta, ef maður skoðar gamlar ályktanir frá miðstjórnarfundum Framsóknarflokksins og fleiri, þá átti að smíða nýja stjórnarskrá. Og ég gerði á gamni mínu að ég prentaði út forsíðan á Degi frá Akureyri síðan 1946 sem var gefið út fyrir 70 árum síðan. Þar segir með ég biður leyfi hér forseta fyrir því að lesa þessu upp úr í, sérstakt stjórnlagaþing setji lýðveldinu nýja stjórnarskrá. Þetta var forsíða dags fyrir 70 árum síðan. Hermann Jónasson flytur stjórnarskrárfrumvarp á Alþingi. Og nú situr hæstvirtur forsætisráðherra Framsóknarflokksins í dag, Sigurður Ingi Jóhannsson, og flytur nýtt frumvarp með stjórnarskrá. En ég ætla að halda áfram að lesa þetta aðeins. Hermann Jónasson, formaður Framsóknarflokksins, flytur á Alþingi stjórnarskrárfrumvarp kosningu sérstaks stjórnlagaþings sem setji lýðveldinu nýja stjórnarskrá. Þing þetta verði kosið á sérstökum kosningum og hafi það lokið störfum fyrir marslok 1948. Nýju stjórnarskránni skal síðan bera undir þjóðaratkvæðagreiðslu. Eins og kunnugt lofuðu stjórnarflokkarnir því hátíðlega í stjórnarsáttmálanum að stjórnarskrárfrumvarpið skyldi lagt fram á því þingi sem nú að ljúka störfum. Ekkert hefur bólað á framkvæmdum og nýlega lét formaður stjórnarskrárnefndar Gísli Sveinsson alþingismaður svo ummæli í blaðamæli að málið svæfi. Og hér gengur í salinn hv. þingmaður Katrín Jakobsdóttir, hún nefndi það líka áðan í sinni ræðunni að við værum alltaf að hjakka í sama farinu og maður velti því fyrir sig hvort það svo sé. Það má vissulega deila um það hvort sá tími sem stjórnlagaráðið fékk til að smíða nýja stjórnarskrá hafi ekki verið of knappur og hafa margir bent á að svo hafi verið. Fræðimenn hafa til dæmis bent á að við gerð nýrrar stjórnarskrár þurfi að gefa góðan tíma til að ígrunda vel hvernig við viljum hafa hana. Gefa okkur tíma til þess að hugsa vel hver sé okkar gildi, hugsjónir og undirstöðumál, flan ekki að neinu. Miklu máli skipti að við leggjum það á okkur að uppgöta og móta þá siði og lög sem henta okkur sem þjóð. Að þörfin fyrir nýja stjórnarskrá sé sprottin af þeirri þrá
okkar að lifa í samfélagi þjóðanna sem þroskuð, siðuð og sjálfráða þjóð. Nú það þannig að ég engin sérfræðingur í gerð stjórnarskrár, kannski ekki frekar en nokkur annar, nema kannski helst hv. þingmaður Birgir Ármannsson sem hefur setið svo lengi í þessu. En ég ber þá einlæga ósk í brjósti mér að við sem þjóð getum smíðað nýja stjórnarskrá í sem víðtækastri sátt. Stjórnarskráin sáttmáli þjóðarinnar við sjálfan sig. Hún grundvallarreglur samfélagsins sem verða að vera með þeim hætti að allar skynsama manneskjur sem geti greitt þeim atkvæði sitt fái það tækifæri til þess. Það er lykilatriði í mínum huga og okkar í Bjartri framtíð að svo verði. Það er eiginlega ótækt að sé verið að semja hér stjórnarskrá sem í mótsögn og sem fær mótbáru frá einhverju hér inn á þingi, því að náttúrulega setjum við lögin. En því miður þá virðist einn flokkur standa framar í öðrum í því að vera á móti þessu. Og þá veltir maður því líka fyrir sér og sumir hafa sagt það verður bara að samþykkja nýja stjórnarskrá án þess að Sjálfstæðisflokkurinn fái að koma að málum. Mér finnst það ótækt. Þetta stærsti stjórnmálaflokkur landsins og hefur lengi verið og það er mjög mikilvægt finnst mér að fyrir lýðræði í landinu að stærsti stjórnmálaflokkur landsins sé sáttur við það. En eins og segi þá gerist það undir lok síðasta kjörtímabils að Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn börðust af hörku gegn því að hin nýja stjórnarskrá sem að stjórnlagaráðið hafi samið og þjóðin samþykkti í þjóðaratkvæðagreiðslu að stuðst yrði samþykkt. Og við munum það kom mjög á óvart að Framsóknarflokkurinn skyldi berjast svo hatrammlega gegn þessu frumvarpi vegna þess að ef við skoðum til dæmis kosningabaráttu Framsóknarflokksins fyrir kosningar 2009 þá gáfu þeir út sérstakt myndband þar sem þeir sögðu hvernig ætti að smíða nýja stjórnarskrá. Og það var nákvæmlega nánast farið eftir því. Og ég meina hvað breyttist hjá þeim? Þetta lýsir svolítið íslensku stjórnmálum að það bara vera á móti af því að þau voru ekki í að samþykkja það. En samt gáfu þau út loforð til kjósenda sinna og sérstakt myndband þar sem var lýst nákvæmlega hvernig ætti að vinna við að gera nýja stjórnarskrá og það var farið eftir því nánast algjörlega þegar stjórnlagaráð var kosið og vann. En það eins og það er. En svo náttúrulega kom í ljós eftir síðustu kosningar að þeir hlutu meirihluta á þingi, þessi tveir flokkar sem börðust hatrammlega gegn stjórnarskránni. Og þá fer maður að velta því fyrir sér, þá svona mikil löngun meðal þjóðarinnar að breyta stjórnarskránni? Maður velti því oft fyrir sér. En það svo margt sem maður skilur ekki að þeir flokkar sem kannski börðust harðast fyrir því að stjórnarskrá verið breytt, þeir fengu ekkert brautargengi við kosningarnar 2013. Og því var staðan bara sú að það var enn ein nefndin skipuð til þess að reyna að leiða þessi mál til lykta. Og afrakstur af þeirri nefnd eru þetta frumvarp sem lagt fram í dag. Og ég tel, og við í Bjartri framtíð, að við styðjum þetta. Þetta er til bóta og þetta þó allan að viðleitni þá átt að reyna að breyta þessu. Og þetta er skárra, þetta ákvæðið umhverfið auðlindarinnar miklu betra en það sem fyrir og þjóðaratkvæðagreiðslu ákvæðið náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt. Þetta stærsta lýðræðisbót sem við getum talað að 15% kosningabærra manna geti kallað fram þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held að það myndi breyta gríðarlega miklu í pólitík á Íslandi ef það væri hægt. Og myndi setja og veita stjórnmálamönnum miklu meira aðhald heldur en þeir hafa í dag. Og við hefðum sýnt það að það er bara geðþótt ákvörðun hvort það verði farið í þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki, ef að undirskriftir safnast. En svo það annað, þegar maður velti því fyrir sig með stjórnarskrá, að við sem þjóð, stolt, sjálfstæð þjóð hér út við ysta haf, og berjumst og stjórnmálamenn berjast fyrir sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldinu og berja sér á brjóst fyrir hvað við erum æðisleg þjóð, að hún skuli sætta sig við það að vera notast í stjórnarskrá sem var samin í byrjun 19. aldar af Dönum. Það finnst mér skrítið. Af hverju gerum við þetta ekki sjálf? Erum við ekki hæf til þess? Það virðist ekki vera. Sumum finnst það ekki. En ég er á því að við eigum að samþykkja þetta, en ég hef enga trú á því að þetta fái einhvern framgang hér á þinginu. Þetta er allt of stuttur tími og hversum örlög þessa frumvarps verða, þá ber ég þá einlægu von í brjósti að við höldum áfram að vinna við nýja stjórnarskrá og notum
frumvarpið eða vinnuna sem stjórnlagaráð vann á síðasta kjörtímabili sem svona módel og eftir því. Það var samþykkt að yrði stuðst við það. Og mér finnst það er mjög gott. Það er margt sem þarf örugglega að breyta í því og gera betur, en það er bara þá stjórnarskráin okkar. Og ég vona svo sannarlega að það verði raunin, að við vinnum í sátt og samlyndi að því að breyta þessu. Það er svo gríðarlega mikilvægt, eins og í öllum öðrum málum, að vinna saman í sátt og samlyndi að þessum hlutum. Því þetta eru mikilvægir hlutir. Þetta er grundvöllur fyrir lýðræði í landinu. Og það á við fleiri mál heldur en þetta, svo sem eins og sjávarútvegskerfið og landbúnaðarkerfið og allt það sem við erum búin að halda þessari þjóð í rifrildi áratugum saman og skilar okkur aldrei neinu, af því að við rífumst alltaf endalaust þetta. En stjórnarskráin er gríðarlega mikilvægt plagg og það þarf að ríkja hana sátt. Og ég vona að Sjálfstæðisflokkurinn komi með okkur hinum í landinu í þá vegferð eða í þá vinnu að breyta stjórnarskráninni svo við getum verið stolt af henni. Því eins og ég sagði áður, þá virðast þeir alltaf vera svo þröskuldur sem þarf að komast yfir. Og því miður þá er það staðreynd bara. Og það er leitt. Því að við þurfum á því að halda að þeir standi með okkur líka eins og allir aðrir. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, tekur til máls. Virðulegi forseti. Það er hið áhugaverðasta mál og vissulega mikið tilefni til þess að ræða það aftur og ég verð að segja það að mér finnst þó gott að hingað sé komið þingmál þar sem við getum talað þetta sem það er, frekar heldur en hér af og til í störfum þingsins og við líka dagskrárliðum sem bjóða ekki upp á mikla umræðu eða mikinn tíma. En hér hef ég heyrt að sumir virðast álíta þessar tillögur sem einhvers konar málamiðlun. Ég er sjálfur almennt hlynntur málamiðlunum, ekkert alltaf, en stundum, ég vissulega ekki á móti þeim eðli sínu. Og það er tilhneiging í íslenskri pólitík til þess að heimta allt og annars ekkert og að telja leiðum að fá völdin og þá fá maður bara að gera það sem manni sýnist. Sem betur fer er það ekki þannig. En þetta er ekki málamiðlun. Ef þetta væri málamiðlun þá væri talsmenn allra flokka á málinu. Svo er ekki. Það er einungis hæstv. Forsætisráðherra sem leggur þetta fram sem þingmannamál. Ástæðan er sú að þetta er ekki málamiðlun. Og þetta snýst ekki það að fá annaðhvort allt eða ekkert eins og hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður hérna áðan fór aðeins yfir. Heldur snýst þetta að bera virðingu fyrir lýðræðinu, fyrir þeim lýðræðislegu vinnubrögðum og köflum tilraunum til lýðræðislegra vinnubragða sem hafa tíðkast áður. Og bera virðingu fyrir því að núna, sérstaklega eftir hrun, en allavega frá mönnum eins og minna hálfu, þá löngu fyrir hrun, er komin aukin krafa í samfélaginu lýðræðislegri vinnubrögð. Ég veit vel að stjórnarskrárbreytingar hafa oft átt sér stað á lokuðum fundum einstakra aðila sem síðan bera þær fram og þá með nafni formanna flokka til þess að leggja fram og afgreiða hér á Alþingi. En það er meiri krafa núna. Það er meiri krafa gegnsæi, aðgengi almennings að upplýsingum, umræðu og gögnum og aukna þátttöku almennings í ákvarðanatökunni sjálfri. Og það er sú krafa sem þessi meirihluti sem starfar á þessu kjörtímabili brást. Ferlið sem við farið hér í var lokað ferli og það vekur óhjákvæmilega tortryggni. Og þegar við vorum að ræða þingflokkur Pírata og helstu trúnaðarmenn þessar tillögur þá var alltaf spurningin, hvað getum við talað um þetta? Getum við fara á opinn fund og básuna þetta og haft bara streymi á netinu efnislega tillögur og reynda að finna út hvað við myndum vilja bæta? Nei, við gátum það ekki vegna þess að þetta var lokað ferli. Og þetta bjó til tortryggni. Og núna meira að segja, get ég sagt fyrir sjálfan mig, að í B-liðnum sem varðar auðlindirnar, að þá þykir mér rökin fyrir því að hafa orðalagið að jafnaði eðlilegt gjald alveg eðlilegt. Margir eru þeirra skoðunar að það eigi að vera þarna fullt gjald og þurfa að vera fullt gjald. Þetta er umræða sem er algjörlega þess virði að taka. En skal segja, virðulegi forseti, hvað það var sem að hindra þá umræðu. Það var lögmætt og réttmætt og rökrétt tortryggni gagnvart þessu ferli sem gerði það að verkum að leið og tillögurnar voru komnar fram, þá var þetta smíðað út úr, þá kom þetta með leysigeislum og reyk út úr einhverju herbergi sem að almenningur hafði ekki haft neina aðkomu að, enga. Og það gengur ekki lengur, virðulegi forseti. Það er bara ekkert í boði lengur fyrir þær nútíma kröfur sem ætti að þykja sjálfsagðar í nútíma samfélagi, sérstaklega þegar við höfum augum svo auðvelt með það, með þeim tækniframförum sem hafa átt sér stað.
síðustu ár og áratugi. Taldurlýðræði, þá ætla ég að fara hérna aðeins yfir ákvæðið þjóðaratkvæðagreiðslur, vegna þess að það í raun og veru það sem að mér persónulega þykir bæði áhugaverðast og í raun og veru mikilvægast, án þess að endilega draga úr hinum, vegna þess að hin eru líka mjög mikilvæg. Það var sagt hérna áðan að takmarkanirnar sem eru settar þarna inn, 15% kjörbærra manna geti kallað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu frumvarp og 25% að þurfa að synja lögunum til þess að þau verði felld úr gildi. Þetta séu svona þröskuldar sem eru gerðir til þess að þetta ferli er ekki misnotað. Virðulegi forseti, það að 10% kjörbærra manna geti kallað eftir bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu frumvarp sem Alþingi hefur sagt er ekki misnotkun á ferlinu. Það bara það ekki. Ég ætla nú að halda stuttan pistil hér á eftir undir öðrum dagskrárlið hvernig sé hægt að misnota þjóðaratkvæðagreiðslu, því það er hægt. En það að 10% kjörbærra manna kalli eftir bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu frumvarp eða lög sem Alþingi hefur samþykkt, eða þingsályktun til lögakvæðina, það er ekki misnotkun. Það er bara eðlilegur hluti af nútíma lýðræði. Það er mögulegt, það er auðvelt, það er ódýrt og það er engin góð ástæða til þess að gera það ekki. Það eru engin lögmæt rök fyrir því að fara í þessar svakalegu takmarkanir. Þetta þarf ekki að vera svona. Það þarf ekki að vera 15%, það má vera 10%. Það þarf ekki að vera þessi 25% þröskuldur. Það má sleppa honum alfarið og reyndar er hann til trafala og það er ástæðan fyrir því að ég ákvað erfiðast með C-liðinn í þessu máli. Þótt að 15% talan kjörbæra menn sem þurfa að mótmæla lögum sé vond, hún er óþægileg, mér finnst þetta of mikið. Þá er hún samt ekki þannig að ég myndi gefast upp á málinu. Hins vegar er þarna einnig til staðar synjunarþröskuldur, eins og ég kalla hann, sem er það að 25% allra kjörbæra manna, ekki þeirra sem mæta á kjörstað, heldur allra kjörbæra manna, þurfa að mótmæla lögunum, þurfa að greiða atkvæði gegn þeim. Og þótt að þetta virðist kannski í fljótu bragði mjög svona sjálfsagður öryggisventill einhvers konar, þá hefur þetta áhrif. Það hefur mjög andlýðræðisleg áhrif, ekki bara ólýðræðisleg áhrif, heldur andlýðræðisleg áhrif. Og þau áhrif eru þau að þessi þröskuldur gerir heimasetu að afstöðu og taka menn afstöðu með því að setja heima. Ef þeir eru á móti því að málið verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu eða ef menn eru búin að mynda sér einhverja skoðun og þá hafa þeir pólitískan hag af því að gera lítið úr þjóðaratkvæðagreiðslunni, hvetja vini sína til að mæta ekki, jafnvel halda þeim uppteknum ef þeir eru þannig innrættir og þetta er nóg þannig fólki. Það ættu nú menn í sumum flokkum að vita. Og það er þessi þröskuldur, þessi 25% þröskuldur sem að gerir mér þetta mál erfiðast fyrir vegna þess að hann er svo andlýðræðislegur. Nú, það hafa komið fram ýmsar, að mínu mati, lögmætar áhyggjur af upptöku nýrra stjórnarskrár á grundvallaða á frumvarpi stjórnlagaráðs. Þetta er stórt plagg, það er mikið af ákvæðum þarna og sjálfsagt að ræða það. Sú umræða fékk ekki að klárast á síðasta kjörtímabili. Breytingartillögur stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, það var ekki einu sinni greitt atkvæði um. Þannig að sú umræða hefur ekkert klárast. Ef menn vilja ræða hana, ræðum hana. Í staðinn fyrir þetta ferli, hér í stað þess að fara þá aftur í opið lýðræðislegt ferli, segjum nýtt stjórnlagaþing, mönnum hefði getað dottið það í hug, að útbúa lista yfir þau vandamál sem þeir telja vera að frumvarpi stjórnlagaráðs, segjum óþarfar áhyggjur, réttaróvissa vegna óþarfra orðalagsbreytinga til dæmis. Þetta eru vandamál sem hægt er að laga. Það hefði verið að fara í opið lýðræðislegt ferli til þess að laga þessa ferla, en það var ekki gert. Þess í stað voru tekin 4 ákvæði og þau sett í lokaða nefnd og eftir einhverja 50 fundi á 3 árum að þá næst ekki einu sinni samstæði hér á þingi um það. Nú í þokkabót þá var sett inn þjóðaratkvæðagreiðslu ákvæði til bráðabirgða í stjórnarskrá, eins og munum, var staðfest í upphafi þessa kjörtímabils með 40% af samþykkiströskuldi sem að mínum mati er algjörlega galinn, en það var ekki einu sinni að fara þá leið. Það var ekki einu sinni að vera þjóðaratkvæðagreiðsla þessi ákvæði, samkvæmt þessu frumvarpi sem við ræðum hér. Það er eins og að menn noti hvert einasta tækifæri til þess að draga úr öllum lýðræðislegum áhrifum. Af hverju ekki bara gera þetta opið? Af hverju ekki bara gera þetta lýðræðislega? Ef menn vilja fara í efnislega umræðu um allt hitt, gerum það þá. En þetta þarf ekki að vera svona. Virðulegi forseti, þetta er engin málamiðlun. Hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir, tekur nú til máls. Virðulegi forseti,
Hér er verið að ræða frumvarp til breytingar á stjórnskipunarlögum. Það hefur verið farið hér víðan völl í dag og sitt sýnist hverjum. Mér finnst þingmenn vera nokkuð fastir í fortíðinni því að hér hefur verið gerðar tilraunir undanfarin ár síðan stjórnarskrá var samþykkt að breyta henni. Sumar hafa tekist vel og tekist mjög vel meira að segja því að mannréttindakafli var settur inn í stjórnarskrána 1995. En svo er hér verið að vísa í stefnu stjórnmálaflokka, tillögur sem ákveðnir þingmenn hafa komið fram með og annað og ekki hlotið brautargengi. Og það notað sér rökstuðningur að stjórnarskráin sem við búum við sé ómöguleg. Virðulegi forseti, ég skil ekki alveg svona málflutning, sérstaklega í ljósi þess að þessi vinna sem er lögð hér fram náðist í pólitískri sátt og að svona nokkuð í pólitískri sátt. Ég merki það í málflutningi allavega einhverra þingmanna Pírata, þeir séu mjög ósáttir og þá er ég að vísa í ræðu hv. þingmanns Birgittu Jónsdóttur. En svo verður að vera, það var nú talað hér að lítil skref eru betri en engin skref. Sáu allir að þessi leið sem var farin á síðasta kjörtímabili að umbylta stjórnarskrána og gera tillögur að breytingum að henni í heilu lagi gengu alls ekki upp stjórnskipulega, enda komu umsagnir inn í það mál á sínum tíma fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þar sem var mælt mjög sterklega á móti því. Það myndi skapa hér á landi stjórnskipulega óvissu og óróa og því er ég alveg sammála. Enda var það ferli allt saman hreint með ólíkindum því að það átti að útvista stjórnskipunarvaldi þingsins inn í stjórnlagaráð sem að Hæstiréttur dæmdi þá kosningu fyrir rest ólöglega og þá var viðkomandi aðilar kosnir hér að þinginu og þá var hugmyndin akkúrat farin að þetta væri með þeim hætti að þjóðin hefði kosið þetta fólk. En ég ætla nú ekki að dvelja við fortíðina, virðulegi forseti, tala hér framtíðina, taka hér sérstaklega eina tillögugreininni hér fyrir, tillögugrein númer B sem er auðlindaákvæðið. Loksins er það að verða veruleika að það er að takast pólitísk sátt það að setja auðlindaákvæði inn í stjórnarskrána. Það hefur verið stefna Framsóknarflokksins langa hríð að það fari inn í stjórnarskrána og jafnframt ber þess að geta að nú verður að setja mikinn kraft í það að uppfylla það mál sem að ég hef lagt fram á 7 þingum að auðlindir náttúru Íslands skulu vera skilgreindar, þær skilgreindar hverjar þær eru og þær taldar upp tæmandi talið. Gerir mér fulla grein fyrir því að það getur breyst í tímanna rás, auðlindir geta horfið og auðlindir geta komið, eins og til dæmis þegar makríllinn kemur, splunkunni í auðlind, þannig að þá þarf þessi vinna alltaf að vera vakandi. Áður en náttúruauðlindaákvæðið í stjórnarskránni tekur gildi, þá verður þessi vinna að vera búin að fara fram. Þess vegna minni ég enn og aftur á þetta mál mitt sem ég hef lagt fram á hverju einasta þingi sem ég tók sæti á Alþingi. Fékk ekki brautargengi hjá síðustu ríkisstjórn eða þeim þingmeirihluta sem sat þar, sem er mjög einkennilegt af því að Vinstri grænir hafa oftast kennt sig við náttúruvernd og að vernda auðlindirnar og það hefur ekki náðst í gegn núna. Ég fékk af því fréttir að þessi vinna væri farin örlítið á stað í umhverfisráðuneytinu, enda heitir ráðuneytið umhverfis- og auðlindaráðuneyti, en það er mjög bagalegt þegar koma svona góð mál fram í þinginu frá þingmönnum, gott mál að mínu mati og annarra, því að hér er þetta raungerast í þessari tillögu að náttúruauðlindaákvæði í stjórnarskrána, að þau fá ekki brautargengi í þinginu þrátt fyrir það að þetta sé þingmannamál. En nú horfir þetta til betri vegar, virðulegi forseti, þessi vinna er farin á stað. Það þarf að vanda þessa vinnu mjög mikið því að þegar upp er staðið þá verður þetta að vera með þeim hætti að það sé ekki hægt að draga það í efa hverjar náttúruauðlindir landsins eru. Þetta snýr líka að jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar því ég hef sagt það í ræðu og riti að það er mjög ósanngjarnt að ein atvinnugrein sem er að nýta náttúruauðlindir beri svo háan skatt til samfélagsins og sé ein undanskilin að greiða auðlindagjald til samfélagsins. Við erum hér með heitt vatn, við erum hér með kalt vatn, við erum
með alls konar gæði landsins, alls konar náttúruauðlindir sem bera ekki þetta gjald, virðulegi forseti, sem bera ekki þetta gjald. Heldur fiskveiðistjórnarkerfi byggt upp með þeim hætti að það skal koma veiðigjald í ríkissjóð fyrir nýtingu á náttúruauðlindinni og það eina náttúruauðlindagjaldið sem greitt eins og stendur til ríkissjóðs. Þess vegna þetta mjög mikilvægt ákvæði til að gæta hér jafnræðis á milli atvinnugreina og lýsi ég mig því mjög ánægða með að þetta skuli loksins vera raungerast hér í þessu frumvarpi. Varðandi þessa tillögugrein sem á að vera ný 79. grein, ég nokkuð efins hana, mér finnst hún mjög opin. Það verður erfitt að láta reyna á það hvernig á að túlka þetta, skapar líklega Hæstarétti mikla vinnu ef að þetta verður hér að lögum til næstu 10 til 15 ára eins og gerðist þegar mannréttindaákvæðin voru samþykkt sem ný stjórnskipunarlög inn í stjórnarskrána. Þá var það 10 til 15 ára ferli sem tók Hæstarétt að vinna úr því hvað raunverulega mannréttindaákvæðin þýddu og á hverju fólk gat sótt rétt sinn og svo framvegis. Þannig að þetta verður allir átta sig á því þegar stjórnarskrá breytt að þá þarf mikla lagatúlkun á því og þá má reikna með því að fólk fara að sækja rétt sinn fyrir dómstólum byggða á stjórnarskrárákvæðunum. Og mér finnst þessi grein sem snýr að náttúru Íslands og heilnæms umhverfis, förum landið og fleira, mér finnst það afar opið og ekki vera nægilega skýrt hvað átt við þarna. En þetta óskaplega fallegt á pappír og það svolítið sólskin yfir þessu, það ekki hægt að segja annað. En þetta svona, mér finnst opið og þetta ætti að eiga heima í náttúruverndarlögum en ekki stjórnarskrá að mínu mati. Og það hef ég áður sagt og áður lýst yfir og lagði áherslu á það þegar var verið að breyta náttúruverndarlögunum að eitthvað slíkt svona ákvæði kæmi inn í náttúruverndarlög sem eru almenn lög en ekki binda þetta með þessum hætti inn í stjórnarskrá. En þetta verður nú alveg örugglega rætt í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og þetta mál verður sent til umsagnar eins og önnur þingmál. Þannig að þá getum við séð hvað umsagnaraðilar hafa þetta að segja og þá þingið tekið ákvörðun þetta í framhaldinu. Það var tímabært að setja inn ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslur því að eins og stjórnarskráin byggð upp núna þá það þannig að það einungis bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur þegar forsetinn vísar málum til þjóðarinnar. Annað eru ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur og svo eitt annað þjóðaratkvæðagreiðsluákvæði það þegar þingið leggur til að segja forseta upp störfum og segja því þá þarf það að fara og það bindandi og ef að þjóðin sammála þinginu í því þá ber forsetanum tafarlaust að víkja af Bessastöðum en á það hefur ekki reynt. Það eru þessi þjóðaratkvæðagreiðsluákvæði í stjórnarskránni nú þegar mjög framsýnt á sínu tíma því eins og hér hefur komið fram hefur hún staðist vel tímans tönn. Stjórnarskráin okkar tók gildi 1944 og hefur staðist tímans tönn eins og ég segi og það var ekki stjórnarskráin sem var til þess að hér var bankahrun 2008 eins og gjarnan notað í þessari umræðu. Alveg með ólíkindum að það skuli vera notað sem rök hjá þeim sem vilja umbylta stjórnarskránni alfarið. Mjög skrítið. En þetta nokkuð langur kafli hér hvað varðar þjóðaratkvæðagreiðslurnar og það þannig að eins og við sækjum stjórnskipunarréttinn til Norðurlandanna og það til að mynda ákvæði í dönsku stjórnarskránni þar sem 33% eða rúmlega 30% 1/3 þingmanna geta krafist þjóðaratkvæðagreiðslu ákveðna lagasetningu. Það hefur einungis einu sinni reynt á það í Danmörku. Þannig að þeir sem hræðast það að þingið fara að misnota aðstöðu sína til þess að vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu, það með þeim hætti að það
held ég ekki misnota frekar en í Danmörku og svo það sem snýr hér að þessu máli hér að ákveðinn hluti þjóðarinnar getur kallað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og ég veit að landsmenn eru það skynsamir að ég trúi því að þetta verði ekki misnotað. Því að ekki viljum við fara þá leið sem Svisslendingar eru, það eru þjóðaratkvæðagreiðslur þar má segja oft á ári alls konar málefni, kattahald og hundahald og guð má vita hvað. Þannig að ég hef það mikla trú á landsmönnum að ég trúi því ekki að þetta verði misnotað og notað í pólitískum tilgangi, en þó skal maður aldrei segja aldrei. Það er ekki hægt að segja neitt til það. En það er nú ósk margra að kannski það fari nú aðeins að róast hér yfir þinghúsinu og að það verði farið hér á stað að vinna með skipulagðari hætti. Ég styð það að þingsköpum verði breytt á nýjan leik þannig að birting þingsins verði með öðrum hætti og að hér verði sett á fót við þingið lagaskrifstofa Alþingis, eins og ég hef líka flutt málum í 7 ár til þess að bæta hér lagasetningu. Því að virðulegi forseti, þegar upp er staðið þá er orðið allt of mikið álag á dómstólunum og það má meðal annars rekja til þess að hér fer ekki fram nógu vönduð lagasetning. Og það má alveg segja sem svo að ég get tekið undir það með öðru sem hér hafa talað að mér finnst þetta mál komið ansi seint fram miðað við það að eiga að vera þinglok hér í lok október eða réttara sagt afsakið nýjar kosningar í lok október, því að þetta er það umfangsmikið og þá eftir að svara hér svo mörgum spurningum að ég efast að þó að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sé vel mönnuð að það verði hægt að spyrja allra þeirra spurninga sem þarf að spyrja í þessu frumvarpi til þess sé hægt að fara með þetta inn sem breytingar á stjórnarskránni, því að stjórnarskráin eru grunnlögin og hún er undirstaðan af öllu. Og svo rétt í lokin, virðulegi forseti, ég óska þessu máli velfarnaðar hér í þinginu og vona svo sannarlega að það sé hægt að breyta stjórnarskránni með þessum þrepum. Það hefur mikil vinna farið fram á þessu kjörtímabili og það hefur verið farið yfir það. En svo að lokum, virðulegi forseti, þá er rétt að árétta það að stjórnarskráin á að veita borgurum landsins rétt fyrir ofríki stjórnvalda. Og mér finnst það stundum gleymast að stjórnarskráin er til þess að vernda rétt borgarinn í landinu en ekki öfugt. Þess vegna er svo mikilvægt að ákvæði stjórnarskrárinnar séu skýr og óumdeild og til þess að þegnanir viti nákvæmlega rétt sinn. Þess vegna finnst mér svolítið vanta upp á hér í þessu frumvarpi að það sé skýrt til að einstaklingar viti rétt sinn. Þessar tillögugreinar eru mjög langar miðað við það sem að þekkist í núgildandi stjórnarskrá og stjórnarskrán okkar og hver tillögugrein er í mörgum liðum og það raunverulega vakna réttar spurningar við lestur hverja einustu málsgrein í hverja einustu grein. Ég varð að koma þessu hér á framfæri að lokum, virðulegi forseti, en ég veit að þetta er byggt á samkomulagi. En ég er nú þannig og hef þá skoðun að í lagasetningu þá er minna betra en meira og skýrara betra en óskýrara. En ég óska stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd velfarnaðar í vinnslu þessa máls. Hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, tekur til máls. Virðulegi forseti, Samfylkingin hefur þá stefnu skýra og kristaltæra að breytingar á stjórnarskrá landsins verði að eiga sér stað á grundvelli þeirra tillagna sem stjórnlagaráðið vann og lagði fram haustið 2012. Samfylkingarfólk stendur með tillögum stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá fyrir íslenska lýðveldið. Við viljum að sú málamiðlun sem síðan hefur orðið til undir verkstjórn núverandi stjórnarflokka, við teljum að hún uppfylli ekki væntingar
endurbætur sem stefnt var að með stjórnarskrárferlinu. Í greinargerð með þessu frumvarpi segir að það sé efnislega samhljóða tillögum stjórnlaganefndar. Sú fullyrðing er í besta falli umdeilanleg en í öllu falli villandi, að minnsta kosti hvað varðar orðalag auðlindaákvæðisins eins og ég vík nánar að. Nú á þeim takmarkaða tíma sem ég hef í minni ræðu núna til að fara efnislega í frumvarpið, þá vil ég beina sjónum að umhverfis- og auðlindaákvæðunum. Í tillögu stjórnlagaráðs upplýsingarétt almennings í umhverfismálum sagði: Stjórnvöldum ber að upplýsa almenning ástand umhverfis og náttúru. Undir þetta orðalag tók stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis veturinn 2012–13 og á grundvelli þessa var lögum breytt sama ár í þá veru að tryggja frumkvæðisskyldu stjórnvalda í umhverfismálum og sú sem hér stendur var fyrsti flutningsmaður þess máls. Nú er hins vegar búið að breyta orðalagi ákvæðisins þannig að, tilvitnun, í lögum skal mælt fyrir rétt almennings til upplýsinga ástand umhverfis, tilvitnun lýkur. Hér hefur almannarétturinn til að fá upplýsingar og frumkvæðisskylda stjórnvalda til að veita þær veikst að mun. En alvarlegra er þó að tekið hefur verið út ákvæðið að við töku ákvarðana náttúru Íslands og umhverfi skuli stjórnvöld byggja á meginreglum umhverfisréttar. Og sömuleiðis er fallið brott að með lögum skuli tryggja almenningi aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og náttúru. Og þá er líka búið að taka út sjálfbæra þróun og setja í staðinn sjálfbæra nýtingu sem er ekki eitt og hið sama og mun veikara orðalag. En þá er það auðlindaákvæðið sem hefur ekki bara tekið orðalagsbreytingum, heldur hefur lögskýringin í greinargerðinni veikst verulega, veikt verulega gildi ákvæðisins. Og þetta skiptir máli vegna þess að greinargerðir með frumvörpum eru notaðar til lögskýringa og túlkunar á lagaákvæðum þegar á þau reynir fyrir dómstólum. Í tillögum stjórnlagaráðs sem lágu til grundvallar þjóðaratkvæðagreiðslunni í október 2012 er talað fullt gjald af nýtingu náttúruauðlinda. Í meðförum stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis veturinn 2012–13 var því breytt í eðlilegt gjald með rökstuðningi sem þó hélt ágætlega. Nú er hins vegar búið að veikja þann rökstuðning að mun og breyta honum efnislega, auk þess sem orðin að jafnaði hafa nú bæst við setninguna. Sem sagt, að jafnaði skal taka eðlilegt gjald fyrir heimildir til nýtingar auðlinda sem eru í eigu íslenska ríkisins eða þjóðareign, segir þar, tilvitnun lýkur. Með þessari breytingu verður gjaldtökuákvæðið marklaust, að ég tel. Og fari ákvæðið svona orðað í gegn er hætt við því að verið sé að festa í stjórnarskrá ónýtt ákvæði sem aldrei verður notað til annars en að standa í vegi fyrir því að eðlileg gjaldtaka geti átt sér stað auðlindanýtingu. Og það er beinlínis tekið fram í greinargerðinni að þetta ákvæði muni engu breyta varðandi fiskveiðistjórnun til dæmis. Með öðrum orðum, svo breytt ákvæði mun ekkert aðhald veita vegna nýtingar auðlinda, hvorki sjávarauðlinda né annarra. Ekki bætir úr skák að brott er fallin krafan að auðlindanýting skuli vera til tiltekins hóflegs tíma í senn og að hún megi aldrei leiða til eignar, eins og þar segir eða sagði. Í staðinn segir að nýtingarheimildir leiði aldrei til varanlegs eignarréttar sem skilja má þannig að þær geti engu að síður leitt til einhvers konar eignarréttar. Og þá er látið óskilgreint hvað átt sé við með varanlegum rétti. Þetta er ekki til bóta. Eins og fram kemur í greinargerðinni er vinna við það að koma inn í stjórnarskrá sérstöku ákvæðum auðlindir í þjóðareign löngu hafin. Hún teygir sig aftur til ársins 1962 þegar fyrstu hugmyndir í þessu efni koma fram,
En það svo árið 1983 að stjórnarskrárnefnd undir formennsku doktors Gunnars Thoroddsen gerði tillögu að sérstöku auðlindaákvæði í frumvarpi til stjórnskipunarlaga, sem sagt 83. Í þeirri vinnu var tekin afstaða til þess meðal annars hvort auðlindaákvæði skyldi ná til allra auðlinda eða einungis til þeirra sem ekki eru í einkaeigu, eins og það var orðað í skýrslu nefndarinnar. Og eins kom fram að ákvæðið skyldi einkum lúta að sameiginlegum auðlindum. Stjórnlagaráð var á svipuðum slóðum í sínum skilningi þegar það lagði til að þjóðareign næði yfir allar auðlindir aðrar en þær sem ekki væru í einkaeigu. Nú hefur orðalagi auðlindaákvæðisins hins vegar verið breytt í fyrirliggjandi frumvarpi. Þannig að í staðinn fyrir auðlindir sem ekki eru í einkaeigu er talað auðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti. Og þetta kann að virðast sakleysisleg breyting, virðulegi forseti, en hún er það ekki. Því þvert á móti þá hefur hún áhrif á það hvernig túlka má afnota- og nýtingarrétt þjóðarauðlinda, arðgreiðslukröfu og ákvörðun nýtingargjöld framtíðarinnar. Dæmi auðlindir sem ekki eru í einkaeigu en geta engu að síður verið háðar einkaeignarrétti eru þá til dæmis auðlindir sem nýttar eru af sveitarfélögum eða ríki, hitaveitusvæði til dæmis, hugsanlega tiltekin virkjana- og jarðhitasvæði sömuleiðis. Ég skil tillögu stjórnlagaráðs þannig að samkvæmt henni hefðu allar samfélagslegar auðlindir orðið þjóðareign ef orðalag ráðsins hefði verið samþykkt. Líka auðlindir sem eru nýttar af sveitarfélögum eða ríkinu eða í umsýslu ríkisins. Samkvæmt nýja frumvarpinu þá fækkar þeim mjög auðlindunum sem talist geta þjóðareign og eftir standa einungis þjóðlendur, auðlindir á hafsbotni, kolvetni utan netlaga og nytjastofnar fiskimiða. Vatn og jarðhiti falla ekki hér undir. Og allt er óljóst með framtíðarspurningar varðandi auðlindir á borð við vind, sólarljós, fjarskiptatíðnir, sjávarföll og fleira sem ekki er tekin afstaða til í frumvarpinu eða greinargerð. Þannig að það er margt skilið eftir í óvissu með orðalagsbreytingum þessa frumvarps sem skapa í rauninni meiri vanda en þær leysa og eru ávísun á miklar lagaþrætur nýtingarrétt auðlinda fyrir dómstólum framtíðarinnar og ég tel að tillögur stjórnlagaráðsins hafi í þessu efni verið mun skýrari og afdráttarlausari. Auðvitað stafar togstreitan í þessu máli af hagsmunaárekstrum. Auðlindirnar hafa mikið efnahagslegt vægi fyrir þjóðarbúið og auðlindanýtingin skiptir miklu máli fyrir framtíð efnahagsþróunar á Íslandi, eins og réttilega er bent á í greinargerð með frumvarpinu. Þar er vísað til þess að skoðanir hafi verið skiptar stjórn auðlindamála. En þá má líka minna á að almenningur hefur látið í ljós vilja sinn í því efni. Í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 20. október 2012 lýstu 83% sem þátt tóku í kosningunni sig fylgjandi því að náttúruauðlindir sem ekki væru í einkaeigu yrðu lýstar þjóðareign. Það var orðalagið sem þjóðinni var kynnt í þeirri atkvæðagreiðslu og 83% þeirra sem svöruðu samþykktu það. Að lokum þetta, virðulegi forseti. Við endurskoðun stjórnarskrár tjóar ekki að tjalda til einnar nætur. Stjórnarskrá er ekki tekin til endurskoðunar á 10 ára fresti eins og hver önnur löggjöf. Það tekur mannsaldra að breyta stjórnarskrá eins og dæmin sanna. Okkur ber þess vegna skylda til að gera þetta vel og vanda okkur því það sem einu sinni fer inn í stjórnarskrá mun standa þar lengi. Þess vegna tel ég ekki rétt eða ráðlegt að ljúka málinu með þeim hætti sem hér er lagt til, því sáttin í þessu máli verður að vera raunveruleg sátt og ekki síst sátt og virðing við íslenskan almenning sem hefur nú þegar látið álit sitt í ljósi. Til máls tekur hæstv. Innanríkisráðherra Ólöf Nordal.
Hæstv. forseti. Það er akkúrat grundvallaratriði sem hv. þingmaður Ólína Þorvarðardóttir sagði hér í lokin, að það þarf að vanda vel til verka þegar samin eru ákvæði sem eiga að fara inn í stjórnarskrá Íslands. Það hefur þetta mál reyndar snúist mjög langan tíma, að það hefur verið skoðun okkar sjálfstæðismanna og kemur víst ekkert á óvart hér að við erum þeirrar skoðunar að fyrsta lagi sé helber óþarfi að fara í umbyltingar á stjórnarskránni og í öðru lagi það þurfi slíkar breytingar þegar þær eru gerðar að vinnast mjög vandlega og það er einmitt bara gott og málin til framdráttar eða fá tækifæri til að malla og taka tíma. Hér höfum við í dag verið að ræða þetta frumvarp hér til stjórnarskipunarlaga sem hæstv. forsætisráðherra lagði hér fram og er niðurstaða nefndar eða afrakstur nefndarvinnu sem hefur átt sér stað allt þetta kjörtímabil. Þessi umræða hér í dag hefur verið á margan hátt bara ljómandi góð. Menn hafa svona farið út víða völl efni máls en ekki síst rætt það hvernig og hvaða aðferðir séu bestar til þess að breyta ákvæðum stjórnarskrárinnar. Þessi ágreiningur sem hér hefur birst, hann snýst kannski númer 1, 2 og 3 þetta. Eigum við, þegar þörf á því, skulum við bara orða það, þarf að fara í róttækar breytingar á stjórnarskránni? Hvað er það sem kallar á slíkar breytingar? Og hitt, hvernig á að halda á breytingum á stjórnarskrá? Hér hefur verið fjallað töluvert þær tillögur sem voru til umfjöllunar á síðasta kjörtímabili og áttu rót að rekja til stjórnlagaráðs og jafnframt hafa margir þingmenn og nokkrir þingmenn sagt að Alþingi Íslendinga hafi reynst ófært til þess að gera breytingar á stjórnarskrá. Ég get aldrei fallist á þetta sjónarmið. Ég held þvert á móti að það sé grundvallarskylda Alþingis Íslendinga að fara með stjórnskipunarlögin. Ég held að það sé skylda sem Alþingi eigi ekki að gefa frá sér og ég held að það væri lítill bragur og finnst lítill bragur á löggjafarsamkundunni sjálfri ef hún kemst að þeirri niðurstöðu að hún er að taka við tillögum og afgreiða þær án þess að hafa á þeir sjálfstæðu skoðanir, hvað þá að hún hafi forræði það að slík vinna sé unnin. Að þessu leyti þá hygg ég að milli minna sjónarmiða og míns flokks og sumra annarra hér sé býsna langt og jafnvel ófært að ná samkomulagi ef menn ætla að halda sér við það að það sé eingöngu á grundvelli hugmynda sem sérstakt apparat er sett á fót laggirnar kosið sérstaklega til og með þeim hætti Alþingi löggjafarsamkundan tekin úr sambandi. Hitt svo annað að það er fjarri sanni og ég hygg nú að þingheimur viti það að Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki viljað breyta neinu. Í þeim mikla ágreiningi sem var hér allt síðasta kjörtímabil stjórnskipunina og það var svo sannarlega mikil átök og raunar byrjuðu þessi átök sem við höfum verið að eiga við hér nokkuð mörg ár eiga auðvitað rót að rekja til vormánuðina 2009 þegar að hér átti í aðdraganda kosninga að umbylta hér öllu stjórnkerfi og úr því varð auðvitað hávær og mikil orrusta sem við gátum sem betur fer sjálfstæðismenn eru stolt af því að hafa stöðvað. En það þýðir ekki það að við hefum ekki verið tilbúin til að gera tilteknar breytingar og það er þess vegna sem að Sjálfstæðisflokkurinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi að heilum hug tók þátt í því nefndarstarfi sem hér er til umfjöllunar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í stjórnskipunarnefnd hafa setið þar sömu fulltrúar allt kjörtímabil og setið þessa 50 fundi sem hér er mönnum tíðrætt Mér þykir það reyndar mjög gagnlegt að menn hafa haldið hér langa fundi og marga fundi til þess að ræða þetta mál af því að til þess er nú leikurinn gerður að leggja sig fram og koma síðan með afrakstur. Ég held að þau atriði sem mestir stýrin hefur verið og nú getum við hvert og eitt haft dálítið mismunandi skoðanir á því hafi einmitt snúist þessi 3 atriði
sem hér er verið að taka til umræðu hér í þessu frumvarpi. Þetta eru þau atriði sem á margan hátt var mesta ákallum og þetta er það sem við erum að ræða hér. Þess vegna kemur það mjög mikið á óvart að núna skuli það allt í einu vera að koma upp, að það sé alveg óþarft að það sé einungis 3 greinar undir í þessari vinnu. Mér þykir það mjög sérkennileg niðurstaða. Ég hefði haldið miklu frekar að afstaða manna ætti að litast af því að hér sé komin áfangi, hér er lagt inn á þingið plagg sem hefur fengið töluvert mikla rýni. Hér er að ræða mál sem hefur þroskast. Hér sjáum við til dæmis eitt ákvæði hér, auðlindaákvæðið, sem hefur auðvitað gegnum tíðina verið í nokkrum myndum og hér er ein útfærsla af því sem ég býst nú við að margir fleiri geti sætt sig við heldur en það sem við höfum að gera hér fram til þessa. Frumvarpið felur í sér málamiðlanir og er það gott að það séu málamiðlanir þegar kemur að stjórnarskrármálum? Já, ég tel svo vera. Ég tel að það sé þannig að jafnvel þótt að taki langan tíma, þá sé mjög mikið til þess vinnandi að þeir stjórnmálaflokkar sem sitja á Alþingi geti sest yfir stjórnarskipunarlögin og komist að niðurstöðu um það hvernig eigi að halda á hlutunum. Hægt og rólega. Hér er til dæmis ekki til umfjöllunar eitt ákvæði í núgildandi stjórnarskrá sem við mörg hver höfum haft mjög mikinn áhuga að yrði breytt og það er 26. grein stjórnarskrárinnar. Við Sjálfstæðismenn höfum langa hríð talið að það sé það ákvæði stjórnarskrárinnar sem þurfi nauðsynlega að endurskoða. Það var ákveðið hér þegar þessi vinna fór af stað að einbeita sér að þessum hér þáttum. Kannski síðar var sagt, skyldu menn líta til annarra þátta, en það náðist ekki samkomulag að fara í 27. greinina. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fóru ekkert frá borðinu við það, heldur héldu þeir áfram að vinna í þessari nefnd að þessum tillögum sem hér eru og eru núna til grundvallar hér í þessari umræðu í dag. Ég get haft ýmsar skoðanir á einstökum þessum greinum og það eru atriði hér sem ég myndi gjarnan vilja hafa með öðrum hætti og það er ekki síst við hér ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslur, þröskulda, synjunarþröskulda og slíka hluti. Samspil þjóðaratkvæðagreiðslna og síðan hlutverk Alþingis og svo framvegis. Hins vegar tel ég að þetta sé frumvarp sem sé æskilegt að fari til nefndar, fari til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, fái þar umfjöllun og umræðu og þar muni það væntanlega koma fram sjónarmið einstakra þingmanna til þessara mála. Ef það er þannig að í hvers skipti sem að stjórnarskrár umræða fyrir að stað hér í þingi þá hefjist umræðan nánast á því að menn skipa sér algjörlega í 2 horn og ekki reiðubúnir til þess að ná neinni niðurstöðu, þá auðvitað komast menn hvergi áfram. En ég held að það hafi alls ekkert verið andinn í þessari vinnu í svona nefnd. Framhald málsins er að sjálfsögðu mjög óljóst og það er alveg vitað að einstakir flokkar sem að standa að og einstakir fulltrúar flokkanna sem standa að þessari nefnd eru með athugasemdir og sjónarmið í kringum þetta af því að sitt sýnist hverjum um þetta mál og kannski af því að lokasprettinum þá helltust úr lestinni flokkar sem að skyndilega vildu nánast allt eða ekkert sem eru auðvitað sjónarmið sem með engum hætti hægt að fallast á í þessari vinnu hér. Það er ágætt að það er ágætis tónn í þessu hérna. Mér finnst svona ágætt að geta öðru hvoru hérna hafið einhverja skynsamlegar umræður í stjórnarskrármál. Mér finnst nú samt að þessar umræður sem hér er að það vanti töluvert upp á það að við munum á næstunni ná einhverju samkomulagi ef að menn halda sér við það að það sé grundvallaratriði, að það sé ávallt á forsendum stjórnlagaráðs eða utanaðkomandi aðila. Ég ítreka það sjónarmið sem ég vék að hér í upphafinu að ég held að það yrði
nánast niðurlægjandi fyrir Alþingi Íslendinga ef það ætti að vera svo að menn ætla að fallast á það að Alþingi hafi ekki tök á því og gæti ekki valdið því verkefni sem að þetta sem eins og ég segi, sem ég held að sé ein grundvallarskylda þingsins. Fyrir utan það að það auðvitað ekki hægt að halda því fram að Alþingi hafi aldrei gert neinar breytingar á stjórnarskránni. Það auðvitað ekki hægt að hlusta á það hér slag í slag að Alþingi hafi heiskast við og ekki geta klárað sig. Það bara alls ekki rétt. Við höfum séð það gegnum tíðina hér á lýðveldistímanum hefur stjórnarskránni verið breytt alloft og á köflum verulega. 1995 voru gerðar verulegar breytingar á stjórnarskránni og það látið eins og það hafi bara ekki verið neitt. Og ég vil líka segja það, halda menn að þær breytingar hafi orðið til að engu. Halda menn að það ekki hafi gerst bara 1, 2 og 3. Þetta þarf að gerast í ígrunduðu máli. Aðalatriði þetta, það þarf ekki að breyta því sem í lagi. Það þarf ekki að breyta, menn verða að horfast í augu við það kosti sem stjórnarskrá íslenska hefur svo sannarlega haft. Það alveg fullkomlega óskiljanlegt að menn hafa ákveðið að setja á dagskrá breytingar á stjórnarskrá eftir fall bankanna og láta því liggja að þar hafi eitthvað verið að stjórnarskránni sem hafa olli bankahruninu sem það fjarstæðukennt. Þvert á móti var stjórnarskráin það skjól sem við þurftum einmitt hvað ég kalla eftirköstum hrunsins, við getum orðað það þannig. Þar veittu nokkur skjól, myndi gríðarlega mikilvæg og ég finnst furðulegt að hér séu þingmenn sem eru að halda því fram að svo hafi ekki verið og það eigi þá með óskilgreindum hætti að skrifa stjórnarskrá á mannamál sem helst á ekki að útskýra með neinum hætti og halda að þannig séum við betur að gæta hagsmuna Íslands. Það alrangt. Næstu til máls, hæstvirtur forsætisráðherra Sigurður Ingi Jónsson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu sem hefur átt sér hér stað í dag. Hefur verið ágæt, málefnaleg og farið svona nokkuð breitt yfir sjónarmið ólíkra flokka. Ég sagði það hér í upphafi míns máls, frú forseti, að það hefði verið umdeilt endurskoðunin á stjórnarskránni alveg frá því í efnahagshruninu 2008 og allt frá þeim tíma hefðu sumir haldið því fram að það væri nauðsynlegt að gjörbylta stjórnarskránni til að koma í veg fyrir að slíkir atburðir gætu gerst aftur. Ég sagði líka að ég hyggði að það væru nú kannski fleiri sem teldu að stjórnarskráin hefði einmitt sýnt styrkleika sinn í því að hægt var að takast á við hrunið með því að setja til dæmis neyðarlög sem stóðust allar áskoranir sem þar voru settar fram í dómstólum og alla leið út í EFTA-dómstólinn og þar með hefði stjórnarskráin sannað gildi sitt. Og taldi jafnframt að það væru margir sem þar af leiðandi vildu fara varlega og varlegar í breytingar og breyta sem minnstum. Ég hef oft velt því fyrir mér að við hérna í þessum sal horfum gjarnan til Norðurlandanna sem fyrirmynda. Við viljum gjarnan hafa svipað stjórnskipulag og þar við viljum gjarnan hafa efnahagsástand og þar við viljum gjarnan að þegnar landa okkar og þeirra búi við sambærileg kjör, velferðarkerfið sé sambærilegt og lýðræðið sé sambærilegt og þess vegna hef ég oft undrast það að menn vilji kollvarpa stjórnarskránni hér, setja fram hugmyndir nýtt stjórnskipunarfyrirkomulag sem ekki á Norðurlöndunum, og fara út í einhverja tilraun á þeim nótum. Þess vegna hef ég og minn flokkur aðhyllst varfærnari nálgun að því að breyta stjórnarskránni og sú leið sem hér hefur verið farin og við vorum að kynna hér í dag, þessar 3 tillögur, einmitt sú leið að lagfæra það sem þarf að lagfæra, styðja við það sem þarf að breyta og bæta.
Ég skal viðurkenna það, ég hlustaði með athygli á ræður þeirra sem sátu í nefndinni og varð fyrir nokkrum vonbrigðum hvernig þeir gerðu þann meiningarmun sem ég taldi vera á sjónarmiðum að umtalsverðu ágreiningsefni og töldu ólíklegt að við næðum saman hér á þinginu. Ég vil trúa því að það sé hægt. Ég vil trúa því að við viljum forðast kollsteypur. Hér kom Feneyjanefndin sem sérfræðingar, svona evrópskir sérfræðingar, þegar við vorum að vinna á síðasta kjörtímabili og ráðlögðu okkur að fara hægar. Þeir fóru líka til Finnlands og breyttu niðurstöðu það sem var í gangi þar. Hægðu á ferlinu. Þannig að menn fóru varfærnislega í breytingarnar. Norðmenn hafa tekið þann pól í hæðina að endurskoða stjórnarskrána á löngum tíma, að taka fá ákvæði fyrir og breyta þeim í eins víðtækri sátt og hægt er. Það hefur þeim gengið meðal annars með því fyrirkomulagi að afgreiða þá einu þingi og kjósum þá nýju eins og í okkar stjórnarskrá. Af hverju tekst þeim það en ekki okkur? Það hlýtur að vera áskorun til okkar þingmanna hér. Ég hlustaði líka á aðra þingmenn halda hér ræður. Mér fannst ræða hv. þingmanns Árna Páls Árnasonar mjög góð, efnisleg og tala inn í það að við gætum náð niðurstöðu. Og ég vil nota hérna síðustu sekúndurnar sem ég hef hér, frú forseti, að minnast á það að ekki í þessum stól en á þessum stað 1. ágúst síðastliðinn í innsetningarræðu nýs forseta þá fjallaði hann þetta mál. Og hann fjallaði það að lögin breytist í tímans rás og við stjórnmálamennir þurfum að glíma við það. Og hann taldi að það ætti líka við stjórnarskrá okkar, grunnsáttmála samfélagsins. Hann taldi að gæti þingið ekki svarað því ákalli margra landsmanna og stjórnmálamanna, yfirlýstu vilja flokka ákveðnar breytingar og endurskoðun, væri úr vöndu að ráða. Og svo ég vitni orðrétt í hann: í þessum efnum minni ég á gildi áfangasigra og málamiðlana. Ég fullyrði að hér sé góðar tillögur að ræða sem búið að fara mjög efnislega vel yfir og ég skora á þingið og núna stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að fara vel yfir þetta með það markmiði að við ráðum við verkefnið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt.